Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu 27. maí. Það styttist í mánaðamótin. Mér finnst alltaf að séu mánaðamót. En hjá mér eru tveir góðir gestir, meistari Gunnar Smári og Ásdís Olsen. Hvað hefur fólk verið að tala um helst í dag í kringum ykkur? Fyrir hvað munum við minnast þessa dags? Já. Þriðji hvítasunnu. Fyrir að jafna okkur eftir hvítasununa, já. En það ekki að það að koma sumar og ég var að tala um hamingjuna við hana Hrefnu sem var hérna hjá mér í dag, sem svona sérfræðingur í jákvæðri sálfræði. Já, það verður á dagskrá á Rauða borðs í kvöld. Já. Já, einmitt. Hamingjan. Hamingjan. Þú ert alltaf að pæla í henni. Já, ekki allir að pæla í henni? Nei, Gunnar Smári meira að tala um það sem fyrir úrskeiðis. Nei, að vorið, þessi góðu dagar sem kom í síðustu viku, við erum ennþá einhvers staðar þar. Já. Mér finnst fólk tala um það, hvernig veðrið er og hvað er gott veður og hlakka til sumarsins. Það er náttúrulega svo gaman að losna úr þessum vetri sem var nú ekkert svo harður, það er ekki svo við hefum verið lokaðir inn í einhverjum torpa eftir sveita í einhverjum kavalspil í alla vetur, það er ekki þannig. Þetta er ekkert svo erfitt líf, en það er bara leið og sumari kemur og þá breytist eitthvað. Fólk fer út, ég held að það skiptir máli, við ferum út. Já, ég má ekki að fara út, ég verður einhver lyfjum, ég brenn, ég fæ svona fjólublátt nef. Já. Ég er ábyggilega mjög skrítin eftir nokkra vikur, ef það er sólin skín. Er það út af hjartanu? Já, ok. Þetta fylgir því. Herðu, en ég veit að þú ert að fiska eftir því að flestir voru að tala um þáttunum Davíð Oddsson. Ég bara sá hann ekki. Ég vissi af honum og ég bara nennti ekki að horfa á hann. Ég bara... með allri virðingu fyrir Davíð að þá var hann búinn að vera svona fyrirferð í honum. Já. Og það bara síðasta sem ég tegi mig upp í hillu var eitthvað það er best að lesa ævisögu Davíðs, ég ætla ekki að gera það. Veistu af hverju ég horfði á hann? Nei. Vegna þess að ég hafði gefið mér að hann yrði rosalega skakkur. Hann yrði fullur af mærð. Og ég ætlaði bara svona sem blaðamaður að geta sagt að ég hefði séð hann. Og ætlaði að tuða yfir því? Nei, bara ef það yrði einhver umræða. En mér datt nú ekki í hug að það væri bara strax 10 mínútum eftir að sýningu hans lauk að þá væri ég búinn að lesa hjá 10 sjálfstæðisvinum minnum á Facebook haturstatus eitthvað hvort Hallgrími Helgasyni. Ég sá það ekki. Akkur var honum boðið í þetta partí? Einmitt. Og þetta við og hinir, af því að það kom fram í þættinum að það mætti kannski helst gagnrýna Davíð fyrir liðaskiptinguna, það voru við og svo hinir. Og það lifir augljóslega mjög góðu lífi í kjölfar þessa þáttar. Að það voru miklu fleiri sem að hældu Davíð í þættinum heldur þeir sem að gaggríndu eitthvað. Þetta stutt síðan hann féll frá. Akkurat. Ég myndi segja að það væri svona too soon eins og stundum er sagt. Þetta er ofst nefnt fyrir RÚV að gera þetta. Kannski. Eins og viðbröðin sína, minningans er svo viðkvæm og menn fara alveg að háa sér. En Hallgrímur Helgason var ekki gagnrýnin eða róttækur eða dónalegur gagnvart nýlátnum Davíð Oddssyni. Hann bara svona benti á... Ég var ekki að meina það, ég var frekar að meina viðbröð hægri mannana. Já. Að þau eru ekki búin að jafna sig, eða þú veist, auðvitað munuð kannski þarf, hann er Sólstedt 4 líf, fyrir að vera fæða sem fíll og snákur og allt saman áður en hann getur hort svona á líf Davíðs með eðlilegum hætti. En auðvitað er Davíð ekki svo gilda mynd sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að selja okkur, auðvitað ekki. Það er bara enginn þannig. Þetta er bara hlægilegasta mynd sem að okkur hefur verið selt, þessi tígnun á Davíð Oddssyni sem ég man alltaf sagt að það var alveg sama í hvaða landi Davíð hefði fæðst, hann hefði orðið stórmenni og eitthvað svona tala um að ef hann væri Bandaríkjaman þá væri bara forseti Bandaríkjanna og ef hann hefði fæðst í Bretlandi þá hefði hann orðið bara Bretadrottning og ég veit ekki hvað. En ef okkur var sagt að það var svo mærður langt út fyrir það var svo mikið mærður að maður var hættur að geta nefnt nafnið þess. Menn svo maðurinn í Hvíta húsinu, Krulli og kannski ekki satt Davíð lengur af því það var svo mikil tign í kringu það. Já, mér finnst eins og okkur hafi verið kastað aftur í einhver tíma þar sem var bara allt þetta skal ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyðu mig. Bara svona tíma þar sem það má ekki falla á helgimynd sólkonungsins og mér finnst þetta eiginlega bara
fyrst og fremst fyndið en líka svolítið óhugulegt að það sé ennþá svona sterkar raddir í Sjálfstæðisflokknum sem fyrirgefa engum sem ekki dansar með valdinu. Þannig að þetta er svona þú sást þú þáttinn? Ég sá ekki þáttinn. Mér finnst það bara áhugavert að sem þú ert að segja og svo eru þarna í þættinum aðalega þessi gömlu sjálfstæðismenn og við erum náttúrulega að upplifa það að sjálfstæðisflokkurinn er að breytast mjög hratt núna. Það er bara komið ungt fólk, þannig að ég held að unga fólki í sjálfstæðisflokknum þurfi að mæra Davíð Oddsson. Er það? Já, ég held. Það sé bara ekki leyfilegt að ræða þetta. Þú værir inn í val og svo segir eitthvað Davíð Oddsson og þú segir, ég veit ekki, þú ert bara búin að vera, sko. Já, Ég náttúrulega vandist í að það var gert grína Davíð Oddssoni og það var leyfilegt, Spaugstofan gerði það. Já, en samt gerðum svona, Davíð í Spaugstofunni er eiginlega viðkunnalegur maður, fyndinn og skemmtilegur. Munið eftir Halldóri Ásgrímssyni sem að Pálmi Gestsson lék. Það var alltaf eins og fæðingarálfiti, eins og það kallaði kannan það. Það var eins og skildi ekkert, fattaði ekkert, algjörlega miklu fyndnari náttúrulega, af því að Örn Arnarsson lék Davíð bara svona sem svona bánsa, svona gutti bánsa eða eitthvað. Það var aldrei neitt svona grimm. Það er alveg rétt. Og svo, þessi stemming var ég mann eftir einu sinni, það var Laddi í sjónvarpinu. Og hann var eitthvað að leika sér að því að fekk svona skjáinn, svo kom hann upp og fór undir og kom alltaf upp sem ný persóna. Svo kom hann einu sinni upp með eitthvað svona brandara gegn Davíð Oddssoni. Þá fór hann niður aftur, kom aftur og svo bara grínast Davíð, kom svo og hélt svo áfram. Og ég hugsaði, pældi hvar við erum. Að Laddi þarf að biðjast afsökunar að vera að gera grín, hí á kónginn. Sem að vera bara skilda trúðsins að hýja á kónginu, ekki hýja á fátækleikin, ekki hýja á svona venjulega fólki sem er í ströggli, sem að vera svolítið byrjuð að, eins og að minna svona vera að hýja á kónginu. Það var einu sinni, ein jólin, þá birtist í Mogganum sálmur eða texti eftir Davíð Oddsson. Kvöldið á aðfangadag í Ríkisútvarpinu var þessi sálmur sungin við lag eftir Gunnar Þórðarsson held ég. Og ég hugsaði líka, hvar erum við eiginlega? Forsætisráðherra, að hann semur eitthvað, ég verður bara að segja, þetta var nauð og ómerkilegt, þetta var svona stemming úr Betlehem, svona eitthvað sem að væri kannski hæft á svona jólakort eða eitthvað, þetta var ekki mikið list. Nei. Og það er samið við þetta og þetta er hæft og þetta er sungið og þetta er á aðfangadagskvöld, helgastu kvöldi ársins, sálmur eftir forsætisráðherra. Þá sagði ég, að því að ég veit þetta fáir, en Saddam Hussein, hann samti leikrit sem voru sett upp í Bagdad. En Saddam hafði þó smekk fyrir því að það var alltaf gert þetta í dulnefni. Þannig að þú segir þess að sögu til marks það hvað Davíð var orðin yfir þyrmandi allstaðar. Og hann innleiddi nýfrjálshyggjuna. Og sko hugmyndafræðin sem hann kom með knúður áfram á Hannesi Hólmsteini, hún varð skaðleg og vond fyrir þetta land eins og flest önnur ríki. Það er til samskipti Hannesar. Þú getur ekki undanskilið það frá arfleið Davíðs, þótt hann hafi verið hnyttinn og skemmtilegur og fjölhæfur og hafi átt fínt tímabilanda framan af, að þetta hlýtur náttúrulega að skipta máli. Þetta var eitt af því sem Hallgrímur Helgason sagði í gærkvöld. Hann benti á það í þættinum. Hvað sagði hann, segirðu? Bara að hann hefði náttúrulega fært yfir okkur þessa ógæfu sem að nýfrjálshyggjan er og leiddi til mikilla hörmunga og það hefur ríkt í öllum kerfum meira og minna síðan. Þannig að hann var alveg óhræddur. Hugmyndin að Davíð Oddsson verði bara tignaður og tilbeðinn eftir feril sem er tvískiptur. Hann var tragisk persóna eins og ég sé hann síðustu 15-20 árin sem hann ræður einhverju og hann á frábært tímabil þar á undan en þetta er maður tveggja ferla, hamingju og óhamingju og til gags og ógags fyrir þjóðina. Engin spurning. Við sjáum hann fara í forsetaframboð undir að síðasta, hann á ekki séns, hann fá 14%. Og þannig að það er tap ofan undir lokin og er það ekki bara auðvitað, þannig var líf hans. Byrjað 2003
Og ég held að það var farið mjög slemma kosningu Sjálfstæðisflokkurinn sem að leiði til þess að en Framsóknarflokkur vinnur á, þannig hann þarf að semja af sér forsætisráðuneytið. Eftir það þetta eiginlega bara tap. Já, þetta ekki bara hark eftir það? Nei, en svona, ég tengi þetta oft við snjóflóðin og svona, það sem að Davíð nær að vera svona landsföðurlegur. Það er svona mikið talað hvernig Vigdís var í þessu, en ég held að það hafi líka verið ítt undir svona landsföðurmynd Davíðs frá þeim tíma og fram til Íraksstríðsins, að þá er hann með alveg ótrúlega sérstakar stöðu sem að einhver leiti líka það verða kynslóðaskipti bæði í Sjálfstæðisflokknum með honum, en líka í viðskiptalífinu svona seinna. Þannig að þegar að kynslóðaskipti verða þar, að þá eru þeir sem að taka við Eimskip og þessu dóti, kolkrabans, að þá er Davíð Röflam með miklu sterkari stöðu en hann. Þannig ég held að hann hafi haft svona meira miðlæga stöðu í valdi heldur en eiginlega hver sem er. En að þú nefndir nýfrjálshyggjuna, þá finnst mér að maður rifja til dæmis upp það bréf sem að hann Buchanan sem er svona frjálshyggjupostuli svarar Hannesi Hólmsteini þar sem Hannes er að skrifa honum að segja að við erum að einkavæða allt og gengur rosa vel og við erum að gera hitt og þetta og þá svarar Buchanan og segir það sem þið gera er að lækka skatta og því að það er svo erfitt að ná þeim tilbaka því að afnema eignaskatta og í þessu bréfi sem er sendt einhvern tíma svona 97 eða 96 eða eitthvað. Það er eiginlega lögð línan sem að Davíð tekur bara þessa línu og fer í það og fær Framsóknarflokkinn til þess að gera það, einkavæða verkamannabústaði og allt þetta sem hann var að gera. Nytsama sakleysingja. En líka bara fella niður allan eignarskatt, lækka erfðafjárskatt, lækka fjármagnstekjuskatt sem hefur haft gríðarlega áhrif á samfélagið. Og hugmyndin á baku þetta var að búa til auðstétt á Íslandi sem að væri bakhjarl fyrir okkur sem að hefði nógu styrka því að Hannes er alveg upp þegar verkalýðshreyfingin er sterk, þegar eru til fyrirtæki, ríkis og sveitafélagi sem eru sterk, þegar samvinnurhreyfingin er sterk, en auðvaldi var alltaf hálfgerður vesalingur. Þetta voru bara einhverjir heilsalar meira og minna. Auðvaldi var ekki mikið í uppbyggingu sjávarútvegs, það var bara einstaka kallar. Þannig að þeir greindu það að vandi Íslands væri það að vandaði auðvald til þess að við hefðum styrk til þess að ná fram okkar skoðunum. Já. Og það var gert með því að leyfa skuldsetningu kvótans í bönkunum, það sem urðu til bara alltaf ekki svona 800 miljardar á einni nóttu á íslensku tíma, allt inni verður til bara útgerðarauðvald og svo með því að breyta skattkerfinu þannig að það safnast upp peningar, stundum er bara venjulegt fólk að keyra hverfi og segja, hver getur búið í þessu húsi? 700 fermetra einbýlishús, hvaða fólk er þetta? Og þú veist ekki hver þetta er. Þú har aldrei hitt mann nefndan eða konuna. Og þetta er fólk sem hefur bara hægt og bítandi safnast upp auður vegna þess að skattkerfið í Íslandi er þannig að það færi peninga til hinna ríku en ég skilur hérna blöngu eftir skýrblokka. Og náttúrulega gjörspillt einkavæðing ríkisbankana er á vakt Davíðs en af því að þú og Karl Ágúst Úlfsson voru lengi hjón og hann er svona prímusmótor í Spaugstofunni var mikið djöflast í honum þegar að því Davíð var náttúrulega þannig maður að sko þú gast svona það voru mörk fyrir því fannst mér alltaf hvað maður gat gert mikið grín að Davíð og hvernig maður gerði það? Sko bara ekki einu sinni kom gagnrýni á nei, úr þeirri átt sko. Ég veit kannski svona tvisvar sinnum hafi verið gerð athugasemd við eitthvað sem þeir voru að gera en það var eins og þeir fengju algjöran frið til þess að ákærði fyrir guðlast. Já, guðlast og klám. Þetta hefur verið algjör frávik. Já, þetta með guðlastið og klámið. Algjörlega og þá, já ekki, svona persónulega þá var enginn að beita sér og eins og þú sagðir Halldór Ásgeirsson kvartaði mikið já, það var kannski svona kvarta en það var ekki verið, það var aldrei verið að ringja eða gera athugasemdir en eins og þú sagðir þá gerði Davíð svo sympatískan og ég held að hann hafi bara hjálpað honum með mörgu leiti að vera vinsæll. Var hann ekki í þættinum í Gervi? Í gær? Jú, hann var það. Í Gervi? Já, auðvitað.
sem sagt gömulatriði eða var hann klæddur upp það var atriði þegar Davíð kemur í þáttinn til Gísla Nei, Marteins. var hann ekki klæddur upp núna til þess að tala við Örn? Nei, hann var það ekki. Þetta voru gömulatriði. Já, sínd gömulatriði, spöggstofatriði. En það var þarna atriði þegar Örn er að þykjast vera Davíð hjá Gísla og Davíð kemur svo og hendir Erni úr stólnum og segir þú hefur aldrei náð mér og almennilega og sest svo sjálfur í stólinn og það var auðvitað fyndið. Og það var margt fyndið. Hann gæti nú verið fyndin, Davíð. Heldur betur. Stundum svona fyndin og svolítið svona nasti. En það er bara þessi krafa lotningu, hollustu og eitthvað svona, það bara birtist gamall draugur í umræðum dagsins í dag. Mjög orðheppinn maður eins og sattir. Já, sem þú veist, það þykir ekkit, það vill enginn vera á stalli heldur í dag. Ég held að þetta sé, eins og þú segir, þetta er algjörlega úrelt og alls ekki viðeigandi í nútímanum að setja fólk á stall. Ég átti eins og við landssamtal við Davíð eftir að maður rýstur á mokkanum. Ég er nú vel að segja frá því að það var mjög merkilegt samtal sko. Og við ræddum þetta meðal annars og ég var að tala sko þetta ástand sem var í samfélaginu. Og þá sagði hann sko ég sóttist aldrei eftir þessu, það má vel vera að aðrir hafi sko vilja hafa þetta svona en ég vildi ekki að svona draga að mér þessi völd. Var þetta óformlegt spjall? Já, ég var eiginlega, þetta var, þegar ég var á fréttatímanum og það allt í einu hurfu, var líða kosningum og allt í einu fjallu auglýsingarnar þriðjung og ég bara upplifði það, ég upplifa svona áður að þegar það var skellt á þá djefafeðga þá svona skynjaði maður það bara í samfélaginu. Maður bara heyrði bara verið að loka hurðum. Þess að þeir áttu ekki að fá séns meðan þeir voru að byrja með fréttablaðið. Og þannig að ég bara, og ég búið það í samfélaginu, ég veit hvernig það virkar. Þannig að ég vissi að þetta var svona, átti bara að drepa þetta kommunista snepil eins og einhverjir auglýsendur sögðu. Þannig ég fór til Davíð svona í úrslitatilraun til þess að reyna að bjarga bara vinnustafnum og vinnu fólksins og hafði í huga sko það var stjórnmálamæður sem sagði eins og við mig sko, þú ert aldrei að biðja Davíð Oddsson greiða því hann innheimtir það alltaf en ég bara var í vandræðum á hvað að fara þarna og hitan og líka bara því að var að benda á að það myndi fara mjög illa með mokkan að missa þessi viðskipti úr prentsmiðinu og eitthvað svona var bara vonast til þess að vera þetta tala en hann náttúrulega þóttist ekkit vita á þessu og ekkit kannast við þetta en við áttu að því honum fannst eitthvað gaman að fá mig sem hafði oft verið að gagnrýna hann honum fannst það eitthvað spennandi og þannig að við áttu mjög langt samtal og mér fannst það eitt sem hefði skrítið í því samtali að ég var að setja þetta upp svona sem leikrit eins og mér er dottið að gera við landssamtal sem ég áttu við Styrmi Gunnarsson að það sem að mér fannst vera skrítnast var að þarna var Davíð Oddsson kóngur á Íslandi hvað hann vildi teygja sér langt til þess að fá viðurkenningu frá mér þú veist bara fullkomna göttustrók þannig mér fannst það að hugsaði þú veist vá hvað þóttu sett svona blásin upp og sett stór hvað getur verið alltaf lítill drengur inn í þér óöruggur já, mér fannst það en ekki þetta á ljótan hátt ég meina við erum oft svona sjálf að vilja fá viðurkenningu þess sem við erum að tala við það útskýrir stóran hlut af heftinni því að þetta var Davíð maður heftar og eins og fíllinn og glemdi aldrei og fyrirgaf ekki og það var hrikalegt að lenda upp á kant við hann sem fjölmiðlamaður hann ísaði mig í mörg ár og þú veist, ef maður skrifaði ekki textan sem að þetta var náttúrulega sko stór hættulegt samfélag sem við byggum í blaðamennir sem höfðu helstan aðgang að hann það voru þeir sem bara skrifuðu það sem Davíð sagði þeim að skrifa og svo talaði hann ekki við hinna sama á við alla fjölmiðlana þetta er bara svona löng saga, þú veist hvernig hann tók þátt í því þegar hann verður kosið formaður, hann upplifir allir fjölmiðlar séu á móti sér. Það er Morgunblað Styrmis og svona sem er í sjálfstæðisbaráttu, það er fréttastofa Ríkisútvarpsins sem eru kommunistar og svo eru flokksblöðin. Og ef þú skoðar það frá 91 til svona 2000 og svo Jónas Kristjánsson á DF
að þá hann eiginlega að vinna að því að ná öllu þessu undir sig. Það munaði engu að Björgólfur myndi kaupa sín. Þegar Óli Björn og Ísfélagsfólkið var búið að taka DFF, öll flokksblöð voru farin. Þess vegna hataði hann Fréttablaðið svo mikið. Allt í einu reis Fréttablaðið. Svo taldi að við vorum búin að drepa það og þá tókst mér með aðstoð annara að endurreisa það. Og ég stundu sagt að besta það sem hjálpaði okkur mest í Fréttablaðinu var Davíð Oddsson. Þannig að hann hataði svo út í blaðið að þó svo það væri ekkert sérstakt í blaðinu að þegar þú fórst í forstofuna þá svona titraði það svona. Annars hefði það bara legið eins og svona lúða og þú hefði ekki séð hann að þau fjall saman við flísarnar en að því að hann var alltaf með þetta haturgagtblaðinu eða anstíkileitgagtblaðinu þá svona titraði blaðið á flísunum. Já, þú tókst það upp. Þannig hann eiginlega bara svona markaslega besta sem gætt komið fyrir Fréttablaðið. Hallgrímur Helgason lýsir því í þætti gærkvöldsins þegar hann skrifaði Bláu höndina, kom fyrst með þá líkingu. Og vitið þið hvað Davíð gerði? Hann kallaði hann á sinn fund og hann las yfir honum í 60 mínútur. Svo henti hann honum út. Hann vildi ekkert hlusta á sjónarmið hans. Hann bara, þetta var það sem hann hafði að segja. Það fyrir hell og skálur yfir sem. Já, og þú veist, stórmenni þarf ekki að gera þetta. Það situr miklu fastar í sjálfu sér en svo að þetta getur verið góð leið fyrir stórmenni til að þrífast. Þannig að það voru þetta brestir í Davíð. Það lýsa bara mjög bresku manni. Já, sjálfsögðu. Og mér varst alltaf augljóst að hann væri það. Sambland af snillingi, stórmenni og brotnum einstaklingi með mjög mikla skapresti og með einfaldaða mynd af flókinni veröld. Þetta eiginlega, sko, þessar umræður eru að mörguleiti miklu nær veruleikanum heldur en þáttur gærkvöldsins. En áhugaverðara að það skuli vera koma fram þessi sjónarmið á Davíð sem að þeir eru að lýsa og Hallgrímur hefur verið að lýsa í gær. Já, ég held að riðustannig við höfum aldrei gert aftur. Við höfum aldrei hæfið eitthvað svona upp eins og var. Þetta er bara ekki gott fyrir viðkomandi og þetta er hryllilegt fyrir samfélagi. Við skulum lofaði ég gert aldrei aftur. Finnst mér þetta að vera niðurstaða minningaþáttur Davíðs. En mér finnst móttökusagan skemmtileg. Ég sé stundum sem Hannes Hólmsteinn skrifar á Facebook og hann náttúrulega þolir ekki að Hallgrímur Helgason hafi verið búið að tala og að tala að það ætti ekki að bjóða Hallgrími af því að hann réðist eini maður á Íslandi sem hefur ráðist á bíl forsætisráðherra. Það er til myndir af þessu, hreyfanlega myndir. Bíllinn að tróða sér í gegnum mannmerð og fer fram hjá Hallgrími og hann lemur svona í framrúðuna. Hannes að halda þig fram í þessu Facebook-status að þau kosta fleiri 100.000 að laga skemmtirnar á bílnum sem Hallgrímur verið að teikna Hallgrím upp sem svona terrorista sem hafi verið að ráðast á forsetann og forsætisráðherrann og hann hafi verið í lífshættu. Lífshættu, já. Þetta er náttúrulega ekki Þetta er náttúrulega bara, menn kjósa bara að lifa í einhverju svona sérstakri veröld. Fyrirgeðu, en er þarna ekki bara komin trúverðuleiki Hannesar Hólmsteins áratugum saman? Já, Hannes er ekki sagt skemmtilegt á þessu veröld, sko. Nei, og ég meina, það er bara ekkert að marka það sem maður segir. Það hefur bara aldrei verið neitt að marka. En þetta er ágætt samantekt. Við gerum þetta ekki aftur. Mér finnst það að vera ágætt og það getur ekki gerst aftur. Mér fannst gaman að Hannes kring 1980. Þegar var svolítið svona vinstri stemming og hann var svona, kemur hægra megin og veður svolítið svona inn í miðjan hópin og rífa kjaft. Það er eitthvað svona... Ég sammála, 9. áratugur síðustu aldar, það var hans tími. Já, og þá hann kannski að því að hann kemur inn í svona svolítið staðnaðan heim með svona tiltekið sjónarhorn og það virkar þá sem svona afhjúpandi með einhverjum hætti eins og stundum þegar þú kemur með eitthvað til að það grípið sannleikann. Þannig að það er í sjálfum sér ekki merkilegt en það einhvern veginn kastar ljósi á það sem er áhugavert en það verður ekkert svoleiðis komið fram hjá Hannesi á þessar öld, ég segi það alltaf. Sá eftir að verða brjálaður ef hann horfir á þessar umræður okkar Davíð Oddsson, Hannes Hólmsteinn. Hann horfir ekki á samstöðuna. Þeir eru talandi okkur og samstöðuna. Nú er sem sagt sumarið komið á fullansnúning
eigum við að gera eitthvað öðruvísi næstu vikur fram á sumarfrí, eigum við að breyta efnistökum samstöðurinnar eitthvað, eða hvernig sjáu þið fyrir ykkur næstu vikur? Kannski vera að bera ofan, svona þessu við grillin. Það myndur ekki laða að fleiri áhörvendur, en allavega ekki, svo ég tala fyrir mig. Nei, við erum elda stemmingun einhvern veginn. Já. Það er þess að vera út í eitthvað bylgjulestin að tala að það sé að grilla. Við erum ekki alveg í þeirri deild. Hvaða hugmyndir þú með, Ásdís? Hvernig ætlar þú að sinna dagskrárgerð hérna næstu vikur? Sko ég kannski það nýja, ég sé ekki alveg hverju ég get breytt. Það er tilraun og sjónvarp, þú hefur bara gert allt. Já, ég var að tala hamingjuna í dag. Ég finnst nú kannski svona, hef meiri áhuga á því sem er til að létta okkur lund og klæða okkur og auka bæta okkur sem manneskjur. Það er nú kannski svona áhugamáli mitt. Meiri áherslu á andleg mál. Já, kannski. Hamingjusálfræðin er svolítið út á það að við græðum meira á því að teygja okkur eftir því sem gott er, heldur en að losa okkur við það sem vont er. Nákvæmlega. En þetta er náttúrulega eilíft, ég held að séu heilu bókasöfnin í guðfræði þetta, hvort er. Já, að vera frekar að tengja við það sem er í lagi heldur en það sem er til vandræða, og einmitt í dag þá erum við að tala við hana Hrefnu og hún var að segja sína persónulegu reynslu af því að vera í mjög erfiðum aðstæðum með son sinn mjög veikan og sjúkrahús út í Bandaríkjunum og hún var að lýsa því hvernig það eru sjálfboðaliðar sem koma og sitja með sjúklingunum og hennar lærdómur þarna var eiginlega ást ókunnugra bjargaði lífið þeirra þarna í þessum aðstæðum og það var svona boðskapurinn hennar að við höfum kannski að gera meira af því að vera góðu hvort annar bara út á götu og bara í búðinni og svona taka eftir hvort öðru og talaði mikið það hvað það er stór þáttur í mannlegu eðli að vilja reynast vel og vera góðu hvort annað. Og eru sjálfboðaliðarnir að gera þetta trúarlegum ástæðum? Í raunin ekki. Þá er þetta bara fólk sem býður sig fram og það er náttúrulega sjálfboðaliðastarf það er mjög ríkt í þessari menningu Bandaríkjamanna. Það er Af því að kerfið er veikt. Já, kannski út í að kerfið er veikt þá hefur fólk, það er meiri þörf fyrir svona sjálfboðaliðastarf. Einn þriðji Bandaríkjamanna hefur ekki efni á heilbrigðisþjónustu. Það er kannski ekki þriðji svona tæplega 30%. Þannig að sem þeir fá útrúið sér svipað eins og þegar drykkjumaður hættir að drekka og fer að hjálpa öðrum að verða Nákvæmlega. Og hún lýsti því að það hefði verið þarna kona sem hefði sambærilega reynslu við það sem að sonur hennar var að gangi í gegnum sem gat einmitt sagt þetta er ótrúlega vont en ég veit að þetta verður í lagi og þú ert eftir að komast í gegnum þetta og hún komst alveg við að rifja þetta upp hvað þetta hefði haft mikil áhrif á þau. Hún hefði hreinlega bara, það hefði skipt sköpum fyrir heilsu hans og aðstæður þarna að heyra í þessari konu. Þú hefur verið að taka viðtöl núna síðustu vikur fyrir samstöðuna sem að fengi mjög mikið áhorf og ekki síst vinur Sævar Síselski og eitthvað svona sem bara sprengt internetið. Ef þú sérð þú fyrir þér að sem sagt, þínar áherslur, svona aukin áhersla á það sem skiptir máli andlega, sérðu fyrir þér að þú vinnir það út frá því að þú vinklir efnin öðruvísi eða eru það aðrar típur af viðmælendum? Hvernig svona... Já, nú veit ég ekki, þið eru kannski meira greinandi. Ég er náttúrulega kannski svona áhuga svona hennar mannlega þátt. Já. Og það er þessi kannski persónlegi vinkil sem ég nálgast þá frekar heldur en þjóðfélagslegan eða vitrænan eða eitthvað svoleiðis. Þú reynir að tala þjóðfélagslegan félagslegan vinkil á persónuleikunum með því að það skiptir máli þau samskipti, við erum í jafnvel einu hversdagslegastu samskiptum við annað fólk. Það er geðheilbrigði okkar skiptir máli þar. Þannig að þessi mörk eru svolítið óljós hvar við erum. Mér finnst það gott að heyra þeir segja þetta áður því að ég held að sé mikil svona fókus við fáum það kannski frá Ameríku að við séum fyrst og fremst það sem er inn í okkur einhvern veginn og áföllin okkar og allt þetta reynslan okkar og það sem við erum og svo kannski samskiptin við þrengstu fjölskyldu börnin okkar, margir svona tala að það sé svona sálfræðilega nærandi en við erum náttúrulega lifum líka í félagsumhverfi sem að nær svo langt og
Ég held að það væri gaman ef við myndum þroska það einhvern veginn og það náttúrulega bara upp á líf og dauða fyrir geðheilbrigði okkar að búa í samfélagi sem make sense, sko. Hefur eitthvað réttlæti og er ekki andstyggilegt. Sérstaklega núna á Trump-tímanum að það sem áherslan lögð á annað fólk sem ógn og andstæðinga og kannski eigum við að byggja upp samfélag á fordóma okkar gagnvart öðru fólki sem að minnst bara svo furðuleg hugmynd allt í einu. Það finnst mér allt í lagi að við tölum sko, hvernig við erum út í hinu stóra félagslega heimi og það sé gott fyrir okkur og það sé líka gott fyrir samfélagið. Og við þurfum á góðu samfélagi að halda og gott samfélag verður ekki til nema við leggjum eitthvað til þess. Það mun ekki verða gott samfélag að tuða yfir í sjónvarpinu, jáfnfyrir þótt að sé heimildamynd Davíð Oddsson. Það mun ekki bæta samfélagið. Þið eru bæði í bullandi andlegri vakningu, sko. Þú náttúrulega varst næstu í dauður daginn, helstu. Og þú fékkst svona wake up call. Nei, ég held ég ekki verið næstu í dauður. Það sagði einn læknir það, ég var þakkað fyrir. En ég held að það sé bara þess að lækna að segja. Ég held að það sé mjög sniðugt ef læknir. Það segja að þú ert bara heppinn að ekki dauð. Að það ferði út í daginn alveg þakkláttur fyrir lífið Þakklæti virkar, þannig að þeir eru þá að gera góða hluti þar. En finnur það fyrir því einhvern veginn að það hafi verið einhvers konar umbreyting? Jú, maður, þú tjáir þig á þeirri svo Facebook og svona. Já, ég veit ekki. En málið var það náttúrulega að ég var svo óheppinn að þetta var ekki sagt við mig fyrir ég var komin út úr þessu. Þannig að hvað átt að gera við það og hefðu verið næstu dauður þegar þú vissir ekki af því. Ég kannski að vera þakkláttur fyrir að fá að lifa áfram. Já. Þá á sér stað sko þetta mat á milli kjarna og hismis. Já. Það breytir mjög oft fólki, ekki satt? Já, það sé svona fólk sem eyða tímanum í eitthvað tilíkarskítur. Sko, hún kallaði þetta áfalla þroska hérna áðan. Það er í rauninni það sem við erum að tala um að það verður svona, við kunnum betur að meta gæðin þegar við höfum orðið hrætt og upplifa þjáningu. En ég fæ líka sálfræðing, Vigdís M. Jónsdóttir. Hún skrifaði grein konur með einhverfu. Þannig að það verður svona falin hópur. Þess að konur væri svo tamdar að vera í svona tilteknu hlutverki, að hugsa aðra og eitthvað fleira sem að er kannski erfitt fyrir einhverfu, erfiðara heldur en óeinhverfa. En þannig að þær einhverfu konuna þær pakka sér svo inn í þykkt lag af meðvirkni að við tökum ekki eftir einhverfunni. Og svo það þannig líka að það er ekkert velkomnar út sem einhverjara því að kallarnir, við höfum svona pláss fyrir kallar sem einhverjir, við svona sættum okkur við það, en við höfum erfiðlega að sætta okkur við konurnar sem að við segjum að séu bara erfiðar, algjör sköss og svona vil ekki tengjast og koma í hvað heitir það þegar svona fyrirtæki búa til svona ferðir eitthvað út á land að hrista saman hausinn. Hópefli og svona sem að hinnir einhverju eiga svona aðeins erfiðra með. Kallandi komast upp með að numpast eitthvað inn og vilja þetta ekki, en það er mjög erfitt fyrir konurnar að koma fram. En svo spannst þetta bara því að hún var að bara útskýrta fyrir mér og svo spinnst samtali bara að ræða ýmsa þætti samfélagsins. Hvað við þurfum öðru meðal annars þetta með hinn hversdagslegu samskipti. Já. Og uppáhalds skjólstæðingar, segir maður það, þú sem stof út í bæ. Já, ég held maður megi alveg nota það orð, er það ekki? Skjólstæðingar, skjólstæðingar, hennar eru svona grumpy old man. Nú? Já, henni finnst það skemmtilegast. Ég veit ekki alveg af hverju, hún sagði svolítið henni finnst bara skemmtilega að tala við kalla. En ég hef grunum að ef þú færð þá svona til þess að mýkjast aðeins upp, að þá sé þetta svona mjög gefandi fyrir sálfræðinginn. Að þeir koma svona eins og eintrjánungar, eins og ryðga skrúfgangur sem að virkar ekki og svo allt í einu færðu þá til þess að tala tilfinningar og gangast við sér sem tilfinningaveru, að þá sé þetta svo gefandi fyrir sálfræðinginn. Ég upplifði að það var í máli. Spennandi. Ég get alveg ímyndað með það að bak við skilina sé þá kannski eitthvað sem mallar í undir niðri. Grátandi drengur. Já, grátandi drengur. Þessu teknarskja eftirbrettunin, muni getur henni. Já. Hann er inn í okkur öllum. En ég spurði hann að reyndar eftir eða áður, ég man ekki hvað það var.
en ekki viltu fá alla þessa grömpjóld menn grenjandi snögtandi gamla kalla tilfinningasemi. Það ekki fínt að hafa þá bara á vellinum að drekka bjór og borða hakkabuff í múlakafi. Mér finnst það bara stórmerkilegt ef gamlir kallar leyfa sjálfum sér að fara til sálfræðings og grenja. Já, það kemur á óvart. Ég held að við værum ekkert komið þangað. Þeir voru ekki komið þangað í Mývatnssveitinni, gömlu kallarnir þar, þegar ég ólst upp þar. Þeir hefur gert allt annað en að ræða mín sín. Nákvæmlega, fara og leita sér hjálpar og... En við Það er að skjóta inn í þetta, varðandi gömlu kallarna. Ég nefnilega tekið eftir því að einn áhrifin á túrismannum eru þau að margir kallar sem að maður hitti sem voru svona haldir einhverju þráhyggjur, svona búin að einangra sig og orðnir svona hálfleiðarlegir. Bara lifðu ekki nógu skemmtilegu lífi, hitti ekki nógu marga og átti ekki nógu fjölbreytilega samskipti. Að þau voru alltaf reknir að því að leiðilegt að hafa þau í vinnu. Svo kemur túrismin, þá taka þau meira prófið og byrja að keyra rútu og hitta bara glada túrista og eiga í þessu svona kærilslegu áreynslu litlu samskiptum við næstu ókunnugt fólk og verðu það bara gladari við það og miklu skemmtilega fyrir okkur að hitta. Þetta er góð fæling. Sitt hvað jákvæð sem fylgir ferðaþjónustu sprenginu. Þetta verður rannsakað út. Nú ég ætla sjálfur að hitta Þorvald Þórðarsson, eldfjallafræðing og reyna að fá botni í það hvað er að gerast á Reykjanesi. Hvernig standi á þér ekki verið að gjósa? Já, og svo líka síðast þegar hann var þá var nú að gjósa svolítið í samfélagi vísindamanna. Þeir voru nú höfðu verið að takast á og hann var eiginlega fyrstur til þess að henda ákveðinni sprengju svona óeiningu innan á meðal jarðvísindamanna og ég ætla að töga hvort hraunið hefur kólnað þar, svo maður grípur nú áfram til Samlíkingar. Já, og svo kemur hann Þórður Snær, við höfum Júlíusson, framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingarinnar, alla helgina dundu á okkur og líka í síðustu viku þessar fréttir dýrtíðina á Íslandi og við upplifum það sé alltaf verið að taka okkur meir og meir að það sem kostaði þetta í gær það kosti meira í dag og það er eins og svona límið, samfélagssáttin sem alltaf ríkisstjórnin var að kalla eftir að þetta yrði sumarverð lækkana og það sé það sem þurfi til þess að ná böndum á verðbólgun og vextina. Hverju þetta þetta? Kristrún Frostadóttir, og þetta var ákall hennar einhverju viðtali fyrir nokkru vikum. Það virðist sem að þetta plan sé alls ekki ganga eftir. Og ég pröfa að segja það í búðinni rosalega dýrt, það er engin orð. Nei, og mér langar til þess að heyra ég nú Þórði Snæ af því það styttist nú í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og við erum öll að tala dýrtíðina núna. Og mér langar bara til að spyrja hann svolítið ítarlega það hvort það sé eitthvað sjálfgefið að ef við endum í ESB að þá fáum við einhver erlend fyrirtæki inn í íslenska fyrirtækjaveltu sem muni auka samkeppni þannig að neytendur græði. Ég ætla bara að djöflast í honum með þetta. Þetta er áhugavert. Þetta var svona sjónarmið sem ég hafði ekki hugsað út í. Samkeppnin geti komið þarna sterk inn fyrir okkur. En ég heyrði hurðarskell sem þýðir að nú er maður sem bíður eftir því bara að komast að. Maður sem hugsar eins og eldfjöll. Já, maður sem hugsar eins og eldfjöll og mér langar að þakka ykkur kærlega fyrir þetta spjall en mér langar líka Gunnar Smári að biðja þig að tala við hlustendur og áhorfendur og rétta fram söfnunarbókin því að þú ert okkar besti maður í því. Ég ætla bara að minna á að samstöðin var til út af ykkur áhorfendum sem að byggðu upp dreifikerfi bara með því að segja vinum og vandamennu frá efninu sem við sjáum hér og ykkur líkar. Þá finnur fólk okkur á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu, 89,1 á stóru höfuðborgarsvæðinu og líka sækja þær útvarpssendingar á spilari.is. Svo erum við í sjónvarpinu og þeim sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Símann, það eru númer 5 á
á fjárstýringunni. Við erum líka í kapalkerfanum hérna suður með sjó og kannski ég veit ekki. Mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptunum upp á efni frá samstöðinni sem 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring. En það sem knýr samstöðin áfram með sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifundur. Það fólk sem gefa okkur afl til þess að halda þess úti. Ef þú vilt slást í þann hóp, metur að samstöðin sé mikilvæg í samfélaginu, mikilvæg fyrir lýðræðið, að þá hvet ég til þess að gera það áskrifandi. Þú ferð þá inn á samstöðum.is, þar hnappur sem ástandur áskrift, þú getur skráðið fyrir grunnáskriftinu sem 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og því sem kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, en það einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við skulum hafa örstutt hlé, skjóta inn nokkrum auglýsingum og svo fær Björn Þorláks gesti. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þær aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnumst við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Já, það vist allur fjandinn að gerast undir fótum okkar þótt ekki hafi leitað hraun upp á Reykjanesi ansi langt skeið. Og ég held að jarðvísindamenn séu sumir hverjir svona spurningamerki vegna þess en sá sem að kannski einna best fallinn til þess að svara þeim spurningum sem maður hefur eldfjallafræðingurinn Þorvaldur Þórðarsson og hann mættur til mín. Vertu velkominn. Takk fyrir. Þú ert með blöð með þér. Jú, ég með nokkra myndir sem ég prentaði út. Þetta enda frá vef Veðurstofunnar. Einmitt. Skjálftalýsunni. Segðu... Sem að Veðurstofan náttúrulega það hafa til aðgang hvað þessu í gegnum Veðurstofuvefinn. Einmitt. Segðu áhorfendum hvað á þessari mynd? Þessi mynd bara mynd af þeim skjálftum sem að koma upp á skjálftalýsunni yfir tímabilið frá 1. janúar fram til dagsins í dag. Og þannig við sjáum að það ansi mikið í gangi og mismikið eftir stöðum. En það bara brjálað að gera. Já, þetta Ísland. Ísland lifandi. Þetta ekkert, svo sem ekkert óvenjulegt. Nei. Ef við förum lengra eftir við tíma þá endum við með mjög svipaða mynd. Það? Þannig að þetta ekkert sem við ætlum að láta okkur bregða við. Nei. Það dálítið mikið skjálftavirkni hann út á niður í horninu Já. Það sem sagt út á Reykjanesi. Já. Það sem sagt við norður af Eldey og tegi líka út á Eldey að boða. Einmitt. Þannig að það virðist vera nógu gangi þar og áfram heldur skjálftavirkni upp við Snæfellsnesi, við Grjótárvatn. Einmitt. En þetta bara svona dæmigerð mynd af Íslandi ef þú tekur ákveðið tímabil. Sko. Það meira að gerast á Tjörnesinu þarna á Norðurlandi heldur en ég hafði séð fyrir.
Það ansi mikið. Þetta náttúrulega, hér sjáum við náttúrulega þess aðal, kannski svona stóru strúktúra landsins. Það náttúrulega Reykjaneshryggur,inn, hann að koma hérna upp, neðanverðinu upp á Reykjanesinu. Og svo Reykjanes gosbeltið, það liggur þarna yfir. Og síðan heldur þetta áfram raun og veru sem það sem við þekkjum sem skjálftabeltið á Suðurlandi. Það svona sniðgengi sem að gengur þarna frá raun og veru Henglinum og alveg yfir að Heklu. Og síðan koma þarna, smá göt þarna í þessu vestanverðinni. Það það sem að stóru gosin kom upp á sögulegum tíma, svo Eldgjá og Laki. Það mjög lítið skjálftavirkni svona dagstaglega. En svo tekur hún við sér aftur þegar kemur við Barðabungu sem hérna og Öskju, Kröflu og síðan á Tjörnes brotabeltið. Og ekki bara í nótt stór jarðskjálfti við Barðabungu? Jú, það nokkri skjálftar sko, svo það gaman að sjá sko, það ennþá töluverð skjálftavirkni. Við sjáum það kannski betur á aðra mynd hérna sem ég get hengt upp. Þessari hér sko. Það töluverð skjálftavirkni í Barðabungu og hún virðist vera tiltölulega svona grund. Hérna Barðabungan sko. Tiltölulega grund og svona að meðaltali grynnri heldur en 5 kilometra þó að sé nú einhverju sem tegja sig lengra niður. Svo hérna þéttir skjálftar sem eru mun minni en þeir eru líka mjög miklu dýpi. Og þeir eru á dýpinu svona 15-26 kilometrum og eru þá í deigri skorpu, þannig að það þarf verulegt álag til þess að búa til skjálfta í svona deigu efni þar sem þessi skjálftar eiga sér stað. Og þetta nákvæmlega sami stað þar sem kvikan var að koma upp fyrir Hólurhraunsgosið 2014-15 og það verðist ennþá vera kvika þá að streyma þarna upp á þessum tiltekna stað. Hvað verður svo í framtíðin erfitt að spá fyrir. Og svo þú sýnir okkur aftur hérna blaðið sem þú varst með áðan, af því ég spurði það einhvern tímann hvar öruggast að búa á Íslandi með liti til jarðhræringa, eldgosa og jarðskjálfta og þú einmitt talaður Austurland og þarna sem að Vestfirðir eru líka að mestu liti ósnortnir og Snæfellsnesið. Að þetta svona, þarna sér maður þetta svart og hvítu. Þetta ekki? Er það ekki? Jú. Má ekki segja það? Jú, og það náttúrulega Tröllaskaginn og það svæði tiltölulega líka, en þú getur fundið fyrir stóru skjálftum þar frá Tjörnesbrotabeltinu, sem sagt hérna frá. En þeir staðir sem eru lengst frá allri virkni, það eru náttúrulega Austfirðir og Vestfirðir. En þar getur lent í öðru vesinni eins og skriðum og snjóflóðum. Það aðrar hættur þar sko. Það aðrar hættur. Og það kannski tóldi gaman með að tala um það að vera hættur að vera með börn í Grindavík. Og þá spyrir maður sig, ekki líka hættur að vera með börn á Vestfjörðum og Austfjörðum ef það stöðu snjóflóða þetta í vetrartímann. Ég ætla að ræða aðeins betur við í Grindavík og eftir. En ertu með þessar 3 myndir sem eru þér á vinstri hönd núna, eru þær að sýna okkur eitthvað sem við ættum kannski að vinda okkur í eða? Já, ég meina þetta náttúrulega bara sko, eins og sjáum hér, þá þetta sem sagt skjálftavirknin á Reykjanesskaganum og út á Reykjaneshryggjinn frá 1. nóvember fram til dagsins í dag. Og við sjáum að það töluvert að gerast hérna út í sjó, hérna suðvestur af Reykjanesskaganum. Og þetta sért Eldeyjabúðan og hérna erum við komin nær Eldeyni, sko. Það tiltölulega, þó að sé eitthvað skjálftavirkni, þá eins og Fagradalsfjalli og eins líka við Sundhnúka, sem þetta svæði hér sem puttin á mér hérna fyrir, það tiltölulega rólegt miðað við allt annað. Það nefnilega það. Og það eru tiltölulega færri skjálftar á þessu svæði heldur en á öðrum stöðum á Reykjanesinu til dæmis. Og hvað lest út úr því? Það má lesa ýmislegt út úr því náttúrulega búið að virkni sem búin að vera í gangi, að þessi skjálftavirkni og allar þessar hreyfingar, það búin að liðka fyrir, þannig að það auðveldur að hreyfa allt. Og þar að leiðandi ertu ekki að brjóta kannski mikið og þar að leiðandi eru skjálftarnir minni. Hinn möguleikin líka sá og sem að þetta kannski sé samspil þess að tekja það bætist ofan að það er alltaf að draga úr innflæði kviku og við sjáum það bara hvernig landrisið hefur breyst. Ef við förum aftur til janúar 23 að þá var landrisið það byrja 14 cm á mánuði.
Við förum í júní 24, þá voru komin í 8 cm. Ef við förum í september 25, þá voru komin í 5 cm á mánuði. Og núna það undir 1 cm á mánuði. Það sem það mest. Þetta er bara það sem landrisið mest. 12 cm á ársgrunni eins og síðustu mælingar. Já, nei, sko, núna landrisið sem í gangi núna. Já, það sagt, á ársgrundvelli. Ef það yrði kyrrstaða. Já. En það komið, og það dregur alltaf meira og meira úr. Já. Þannig mér finnst þetta allt vera svona á niðurleið eða á réttri leið sem þetta hætta. Er þið farið að finnast líklegra að það muni ekki koma þarna fleiri gos í bili? Ég eiginlega komin á þá skoðun að það sé ólíklegt að það gjósi aftur. Það er nefnilega það. Ég finnst það líklega að gjósi ekki. En við getum svona alls ekki útilokað. Þetta náttúrulega, þessi mynd sýnir bara stöðuna eins og hún núna frá 19. maí til 27. maí. Það nú ekki mikið skjálftaflinn hann á Grindavíkursvæðinu og landrisið sem ég segi hefur hægt verulega á sér og það því það hefur dregið úr innflæði kvikunar en það sést það líka það til langlengsta gosbilið og það heldur alltaf áfram að lengjast og eftir því sem þetta heldur áfram lengur þá finnst mér nú líklega að þetta endi bara á þennan hátt sko. Það sem væri mjög gott í sjálfu sér fyrir sérstaklega ef við erum að hugsa orkunámið sem þarna í Svartsengi sko. Það er nefnilega það. Þannig að þá eru við þá með fullan geimi og hann náttúrulega kólnar og orkan hún færir frá kvikunni yfir jarðhitakerfið og bara við heldum í þeimun lengur. Já, það er bara búið að fylla magasín byssunar. Já. Þetta er þannig. Þetta er bara, þú getur hugsað með fullan olíutank og fýringi getur gengið áfram, sko. Einmitt. Og náttúrulega, sko, augljóslega önnur frábæla jákvæð áhrif ef þetta er komið til að vera. En náttúrulega við getum það farið að endur skipuleggja hugmyndir okkar staði eins og Grindavík. Já, og svo náttúrulega kannski það sem að segir okkur hér sko að þessi skjálftæfni sem búin að vera hérna, við vorum kannski þessa mynd aftur, kannski auðveldur að sjá það. Þessi svona aukningi skjálftæfni hérna á Reykjaneshryggnum og eins líka töluverð aukningi skjálftæfni á Krýsuvíkursvæðinu. Gæti verið að segja okkur það að kvika sér þarna farin að safnast fyrir og þá kannski þetta líklegustu staðinni þar sem við fáum næstu atburði. Og hvenær gæti það orðið ykkur? Það er mjög erfitt að segja til sko. Það gæti gerst á næsta ári, það gæti líka gerst eftir 50 ár. Já, en eldgos í sjó er náttúrulega alltaf meira áttur vesen út af öskun, ekki satt? Jú, það er sko töluvert vesen ef það er sérstaklega ef það er mjög nálægt Reykjanesinu og þá náttúrulega er hætt á að askan geti borist yfir Keflavíkurflugvöll og það svæði frekar reglulega eða í eitthvað tíma og það getur haft áhrif þá á flugumferð og þannig valdi svona röskun á þessum flugáætlunum. Það er kannski þess sem við ættum að mínu mati við eigum að fara að hugsa annan alþjóðlegan flugvöll og ekki á Suðvesturhorninu. Einmitt. Hafa hann annar staðar þar sem að þá var hann myndi hann vera undir öðrum hættum. Ekki sömu hættu og núverandi flugvöllur, Keflavíkurflugvöllur. Já, og þá segja vinir mínir út úr landi því að ég á þá út allt sjálfur, landsbyggðarmaðurinn. Það er einbúið að þessi flugvöllur ætti að vera segir hlutið þeirra á Austurlandi en hinir segja, já, en hvað með Húsavík, Aðaldal? Hvað segir þú? Ég ætla nú ekki að fara að blanda mér þessa bóði. Það eru góðu staðir til. Ég meina, Aðaldalur sennilega ég þekki ekki hvernig sko aðstæður eru til flugs í kringum Aðaldal. Herra ágætar. Og það getur vel miklu betur en á Akureyri. Já, og það getur vel að það henti bara mjög vel. Já. Egilsstaðir getur líka hentað mjög vel.
Suðurlandsundirlendið og við Stokkseyri getur líka hentað vel. Já, það er ekki óskamt frá. Nei, það er nægilega, það er öðruvísi hættu þar. Ég skil. En, og sjálfsögð þetta ákvörðun sem mun örugglega litast pínlítið af pólitík en vonandi tekst okkur að... Það eru pínlítið. Já, en vonandi tekst okkur að vera skynsöm og taka þá ákvörðun sem er best fyrir landið. Og það sem að við tryggjum þá sem best eins og hægt er að við höfum þá alltaf samgöngur. Mér það má benda Tenerife með 2 alþjóðlega flugvelli. Þú hefur haft töluvert aðgengi að stjórnmálafólki, er það ekki, síðan allt var vitlaust hérna fyrir nokkrum árum á Reykjanesinu. Ertu ekki alltaf í einhverjum díalóg við stjórnmálafólk? Jú, já og nei, svona. Það er, við ræðum saman, sko, en er ekkert reglubundið. En hefurðu komið þessum skilaboðum áleiðis til stjórnmálamanna? Ég reyni það náttúrulega eftir bestu getu. Það er nú eins og með margt annað. Maður reynir náttúrulega að benda mönnum á hvaða hættu geta stafað af til þess eldvirkni. Það sem ég þekki best. Svo er náttúrulega margir aðrir þættir sem kom inn í líka. Já. Og það sem mér kannski finnst mikilvægast í þessu er að við séum með þetta upp á borðum. Já. Og þessi opin umræðum þessar hluti. Eins og þú sagði síðast þegar þú varst hérna hjá mér, þá fannst þér skorta upp á það og þá varst aðeins að tala um að það hefði verið farið fram á hópþögn og eitthvað svona allir væri að róa í sömu átt í takti. Já, það er ennþá. Það er óbreytt og menn eru með nýtt frumvarp og ég hef nú ekki sem fyrir Alþingi og ég hef bara haft afspurðuna því, ég hef nú ekki lesið frumvarpi sjálft, þannig að svo það sé alveg orðin. En mér skilst að það ekki að gera neina breytingar á hvernig ákvarðanatakan er í sambandi við hvernig á að bregðast við atburðum. Þegar kemur upp hætta að ferðlarnir verði áfram henni sömu? Mér skilst að ég þóri ekki að fullera með, það er allavega það sem ég hef haft afspurnar. En þú myndir vilja hvað? Rifjaðu það upp? Ég myndi vilja sjá breytingu þar á þannig að Veðurstofan alltaf hefur eftirlitið og hún veitir ráðlegginga til almannavarna. Já. En almannavarnir verða þá líka að vera með sinn vísindahóp. Já. Sem hafa þekking á þessu tilteknu vá sem er í umræðinni. Já. Og getur leita ráða hjá þeim og þeir eru óháðir Veðurstofunni. Já, einmitt. Það sé mjög mikilvægt og svo náttúrulega endanum á samkvæmt lögum er á ákvarðandi að sitja hjá lögreglustjóra hvers umdæmis. Já. Og ef hann á að fara að taka svona stórar ákvarðanir er ekki eðlilegt að hann hafi sína eigin ráðgjafa. Jaha. Af hverju getur ekki bara treyst Veðurstofunni fyrir þessu? Það er bara, þeir eru með ákveðin sjónarmið og þeir sjálfsögður reyna að draga ályktanir eftir sinni bestu getu en við erum öll manneskjur og við lítum stundum af ákveðnum svona hvað var að segja skoðunum þegar kemur að niðurstöðum vísinda eða hvernig ná að bregðast við og þetta eru bara það stórar ákvarðanir. Það er miklu peningar oft í húfi. Já. Og getur kostað samfélagi, ef þú tekur ranga ákvörðun, getur kostað samfélagi mikið pening. Já. Þannig að mér finnst, þetta er svona, bara að við séum með varnagla. Einmitt. Sem að þá hjálpa okkur bara við það að raun og vera að taka sem bestu ákvörðun fyrir samfélagin. Já. Myndirðu segja að starfsfólk Veðurstofunar væri einsleitt hvað varðaði menntun? Nei, ég held að það sé nú ekki sanngjarnt að segja það. Nei, meira svona mórallinn innanhús. En Veðurstofan er mjög margt undir. Já. Men þeir eru með eftirlit með veðrinu, þeir eru með eftirlit með allir vá. Já. Þeir eru með jarðskjálftana með eldgosin, þeir eru með snjóflóðin og flóðahættu og annað. Já. Þetta er allt undir hjá þeim og þau þurfa að vera að hafa mannskap sem að hefur þekkingu á öllum þessum mismunandi sviðum og getur komið að þessu. Ég held að Veðurstofan er sennilega ofálið og kannski er flóran ekki eins í einstökum greinum
vágreinum eða fagsviðum kannski flóran kannski ekki nægilega breið vegna þess að þeir hafa, það er ákveðin rammi settur út af hversu marga þeir geta ráðið og hversu mikið fjármagn þeir hafa og þar frá til göttunum. Og það er, já, þess að það vantar dálítið þarna upp á fyrst mér. Bæði samlandið við sérþekkingu og eins líka við hvernig við setjum þetta upp þannig að við tryggjum það að besta ákvörðin sé tekin. Já, og í ljósi þess að hver miklir hagsmunir í húfi þá myndir við vilja sjá þarna. Já, sko bara tekið eitt dæmi og menn hafa nú svo sem vita að það er ákveðin hópur sem vil meina það að skjálftahrynjuna þegar það ganga þarna norður og suður eftir að það sé sem sagt kvika sem að brjóta sér leið þarna út eftir og þessi mynda þarna kvikuganga sem teygja sig marga kílómetra. Ertu það Grindavík núna? Já. Norður og suður frá það sem að upptökin byrja. Já. Og allt til að með þetta er þeirra sína á slutin og þeirra túlkun. Það er ekki hægt að túlka þetta öðruvísi. Þetta er ekki bara einsleið túlkun á þessu og það er hægt að hugsa þetta frá öðrum sjónarhólum. Og gefum okkur og við höfum svona talað um það, en gefum okkur það að við erum sem sagt að horfa á Grindavík og horfa á Sundhnúkaröðin og allt þannig og út frá sem sagt mismunandi túlkunum á þessum gögnum. Ef við segjum, gefum okkur það að það sem við höfum verið að tala um að þetta sé brotin sé fyrst og fremst bara raun og veru tektónísk brot, það er ekki kvika að fara alla þessa leið. Flekarhefingar en ekki Já, meira flekarhefingar og það er ekki eins mikið kvika þarna eins og menn telja. Hún er ekki að tegja sig eins langt norður og suður eins og þessar skjálftarhrinur við þeirra að gefa til kynna og segjum okkur það sé rétt. Bara gefum okkur bara það sé rétt að túlkunin og gangur sé miklu styttri og jafnvel grinnri og öðruvísi læginu og allt svoleiðis. Hvað þýðir það? Það þýðir það að hættumatið fyrir Grindavík gjörbreytist. Já. Sko, ef þessi sviðsmynd var í rétt, þá myndi hættumatið fyrir Grindavík gjörbreytast. Og það er þá ekki kvika undir Grindavík. Nei. Það er þá mjög lítil hætta því að það komi nokkuð kvika upp í Grindavík, en það hefur ekki komið gos þar í 15.000 ár, svo þannig við vitum, innan bæjarmarka Grindavíkur. Og þetta myndi þá því líka að bærinn væri raun og veru starfshæfur. Já. Og það var hægt að hefja uppbygginguna miklu fyrr, fólki flytja inn og það sparar samfélaginu pening. Já. Stóra pening. Já. Nú er ég ekki að segja þetta sé svona, og þarna þarf sko vísindin þurfa náttúrulega að setjast niður og ræða þessi mál í alvöru og takast þá pínlítið á, væntanlega með túlkanir og reyna að sjá hvort það er hægt að koma að staði einhverju samfélagi nistu eða finna út úr hvort er réttara. Því að það eru fullt af nálgunum sem tengjast báðum sviðsmyndum, þar sem menn er að gefa sér ákveðna forsendur. Og ef þær forsendur eru rangar, þá er öll sviðsmyndin röng. Og það er það er okkar skylda sem vísindamann að finna út úr því og vinna okkur í gegnum það. Og ef við erum að oftúlka gögnin og búa til miklu stærri vanda heldur en kannski raun, þá er það orðið mikið kostnaði fyrir samfélagið í heild. Þannig að þess leit er ábyrgðin okkar mjög mikil. En eins og ég sé það sem leikmaður, bara gæi út í bæ sem að vinn sem blaðamaður og fylgist með fréttum á þessu eins og mörgu öðru, þá eru sko ógnir Grindavíkur bara svona það sem koma bara fljótt upp í hugan. Það er óttum eitthvað holrúm þarna undir, sprungur, rennandi hraun sem hefur farið yfir húseignir og lagt hús í rúst og jarðskjálftar. Þetta er bara svona fernt sem mér kemur strax upp í hugan. Getur þetta allt saman, getur sem sagt framtíð Grindavíkur
þetta sem þú ert að nefna að hérna, hefur þetta áhrif á allt þetta fernt sem ég nefni hugmyndir okkar ólíkar hættur Grindavíkur? Já, það gerir það og það fyrir hvernig við horfum á þessu það drögum ekkert úr því. Jarðskjálftarnir voru mjög öflugir sem voru undir Grindavík 10. nóvember 2023. Og þeir voru náttúrulega svakalegir áður en byrjaði að gjósa. Já, það er nóvember 2023. Já, þú ert að vísa til þess tíma. Og þá opnaðist sprungurnar og það er langmesta gliðnunin þá, það er langmesta opnun á sprungum og hreyfingar á jörðinu og annað þessum tveimur sigdalum, þessu tveir sigdali sem eru í Grindavík, þeir virkiðust á nýja leik og fóru að hreyfa sig og við sjáum þess afleiðingar að því mjög greinileg Grindavík. Já. Og það hefur verið hreyfing á þessu sprungum og annað síðan þá en bara í miklu minna mæli. Ekki eins miklar hreyfingar. Nei. Og það eru sprungur hérna og það þarf að passa sig á þessi sprungum og það er með náttúrulega að tryggja það að enginn sé að detta ofan í þessi sprungur óvart að þá annarkvort loku í þeim svæði þar sem sprungurnar eru eða fyllum í þær og ef það er og við erum náttúrulega að fylgjast með hvort að hver miklar eru hreyfingarnar og ef það eru verulega hreyfingar að þá náttúrulega verður við kannski að breyta matinu á stöðinu og annað. En þó að þessar sprungur sé þarna, þó að sé hafa verið hreyfing, þá er ekki þar með þetta sé kvika þarna undir. Það er sko, ein sviðsmyndin og ein túlkunin, hún gerir ráð fyrir því, en önnur sviðsmynd, hún gerir ekki ráð fyrir því. Og þarna stangast viðhorf vísindamanna á og þeirra skilningur á því sem þessum gögnum sem við erum að safna og hvernig við lesum í þessi gögn. Og gjör ólík framtíð Grindavíkur eftir því hvort það er kvika. Já, hvernig við bregðast við og eins og ég segi, og það getur skipt sköpum með fjármagn. Ef við sko, við vitum það ef við höfum alltaf rautt ljós á gatnamótunum á Miklubraut og heitir nú brautin aftur Kringlumýrarbraut. Já. Ef þú ert alltaf með rautt ljós þar á öllum leiðum, þá náttúrulega versnar ástandið alltaf og það kostar samfélagi miklu meira. Já. Einmitt. Þetta sem ég vil sko, og þess vegna finnst mér skynsamlegt að við séum líka með varnagla þannig að það sé díalóg sko frá óháðum batteríum. Já. Það er ekki nóg að það sé bara inn á veðurstofu. Því að það sitja menn undir, þú ert komin undir ákveðin hatt. Já. Og hann fer að stýra því hvernig hlutinni gerast. Bara það er ósýrlegt, það er bara mannlegt eðli. Já, maður stendur með fyrri eigin ákvörðunum og tekur kannski ekki alveg tillit til nýrra ábendinga af því að mann finnst að maður hafi þá kannski verið á villigötum og þú ert að tala um það, bara mannlega eiginlega. Já, þetta er ekki, þetta þarf ekki að vera í stríð, þetta er bara ósköp eðlilegt hvernig þetta gerist, sko. En ég held að við megum alveg hugsa þetta aðeins öðruvísi og hugsa aðeins út fyrir bóksið, sko. Einmitt, þetta er mjög forvitnilegt því að eins og þú segir það er náttúrulega brjálæðislegir hagsmunir undir. Það er líka eðlilegt að tengja við þá hugmynd að hópur vísindamanna undir sama hatti. Hann hefur líka persónulega hagsmuni af ýmsu, það geta verið beinir peningalegir hagsmunir og það geta verið orðsporslegir hagsmunir og allt það. Já. Og hvað áhrif hefur og þar fram til göttunum. Þetta snertur okkur öll. Við erum vísindamennir, jafnmannlegir og restin, sko. Já, og þið voru þarna allavega tveir sem að stigu fram þarna daginn og sögðu að ykkur líkaði ekki alveg við svona hvert stemdi. Ég reyndi að fá fólk til þess að svara gagnrýniðinni. Fólk sagði nei, ég ætla ekki að eiga í orðanheipingum við Þorvald. Gerðist eitthvað? Nei, það er málið. Það er nú, já, það er leiðilegt að fólk finnst þetta að vera sko, þú veist, það horfir á þetta þannig að það sé við þurfum að vera ykkur að kýtast um þessa hluti í staðin fyrir að ræða vísindin og reyna að rýna í gögnir betur. Já. Það er það sem að snýst um. Já. Þetta snýst ekki um að reyna að samfæra hvað annað heldur horfa grúndýrt á gögnin
og túlka þetta út frá gögnunum, láta gögnin tala, ekki láta einhver módel sem fyrirfram ákveðin módel sem að, eða svona líkön sem að menn eru búin að setja upp, stjórna ferðinni. Það eru mjög hættuleg vísindi ef menn gera það. Þú nefndir áðan að það væri í rauninni kjör aðstæður fyrir orkuöflun ef þetta bara stoppar núna. Allt það sem hefur verið að gerast þarna á Reykjanesinu. Bara hellingur orku, einmitt, jarðhiti bara eins og engis í morgundagurinn og mögulega skapast friður, ekki fleiri eldgos, Grindavík fer að byggjast hægt og rólega upp, besta sviðsmynd, möguleg. Ég myndi álíta svo. Er það? Já, fyrir svæðið. Fyrir svæðið? Já. Það væri, ef þetta loknaðist bara út af núna, það væri það allra besta sem gerðist fyrir svæðið. Og finnst þið meir en 50% líkur á að Já, mér finnst það. Sé að verða? Og eftir sem að tími líður, því aukast líkundan finnst mér. Því að landrisi er alltaf að hægja á sér. Jafnvel núna, sko, nú er komið niður fyrir eins og ég sagði 1 cm eða 1 cm í mánuði þar sem það er mest. Já. En það var heldur meira í febrúar. Þannig að það er ennþá að hægja á sér. Já. Og ég hef nú sagt það líka á það og velti í fyrir mig. Þetta er nú bara, svona kannski vísindalega vangaveltur, en ástæðan fyrir við erum komið mikið meira magna kviku í þetta geymsluhólf sem er þarna undir Svartsengi, en samt ekki eldgos, af því að spennu uppbyggingin er hægari. Þá er umslagið þess að þetta er svona eins og í blöðru, ef maður blæs blöðrun upp mjög hratt, þá getur þú sprengt hann til auðvitað, en ef þú blæst hann svona jafnt og þessu rólega, þá getur þú tekt á en þá heldur umslagið lengur. Þetta endanum fer þetta, þannig ef þetta heldur áfram endalaust flæði, þá kemur náttúrulega eldgos, en ef það stoppar innflæðið að neðan, þá er þetta búið. Og mér finnst það verið alltaf stefna í það að þetta sé að stoppa. Eru þetta ekki bara frábæra fréttir? Mér finnst þetta mjög jákvæð fréttir. Kannski er ég bara þetta vonar ekki hjá mér, ég veit það ekki, en þetta svona les ég í þetta, en þetta er, sko, fólk kannski segja að þetta tekur svo langa tíma, en tímaskali náttúrunnar, hann er allt annar en okkar. Já. Og þú veist, 1 ár í jarðsögunni er bara sekundubrót í okkar lífi, sko. Hefur einhverja skoðun á þessu rifrildi sem var daginn það hvort ríkislögreglustjóri hefði staðið sig eða ekki, hvort í rauninni verktakarnir hefði bara verið stjórnlausir, hefði getað unnið sólarhringum og vikum saman bara við að djöfla upp varnargörðum og á þess að nokkuð væri að monitora og eitthvað svona. Hefur einhverja skoðun á þessu? Ég spyr sko vegna þess að fyrir mig þegar ég gluggaði þessa skýrslu þá var ekki alveg maður gæti lesið það útrunni að verkferðlar hefðu verið óljósir og eitthvað svoleiðis, en á sama tíma þá hafði maður svo mikinn skilning á því að þarna væri bara fólk í fordæmalausum aðstæðum að reyna að bjarga verðmætum og mannslífum og öllu því og svona. Hefur eitthvað kíkt á þetta? Ég hef ekki náð að lesa skýrslan alla, ég er búin að vera að kenna núna. Með námskeið, vettvángsnámskeið upp í Hreppum, þannig ég er búin að vera í Bursteili í 10 daga. Já, og það skýrslan kom hann rétt út á þegar ég fór þangað, þannig ég hef ekki náð að glugga neitt verulega í þetta. En ég ætla nú að setjast niður og leiða mér að lesa þetta svona í rólegheitunum yfir sumarið, sko. Já. Það sem maður hægt að segja þetta er, sko, það er án ef og raddir reyna að gera sitt besta. Já. Ég held að það sé alveg, sko, augljóst og maður ætti ekki að vera að reyna að halda einhver öðru fram. Nei, og tókst nokkuð vel til fyrir utan eitt hræðilegt tilvik þegar maður fer ofan í sprungu. Já, og þetta menn unnuð þarna þrekvirki. Er ekki? Jú, það er engin spurning og lögreglustjórinn stóð sem mjög vel, bæjarstjórinn og bæjaráð og allir sem kom að þessu. Já. Ég held að það sé ekki hægt að væra neitt það hann hafi ekki reynt að gera sitt allra besta. Nei. En vandamálið er, og þetta er ég búin að benda á mjög ofta á, við erum alltaf í viðbragði. Þess vegna er ferlin ekki skráð
og þess vegna þetta ekki eins vel dokumenterað eins og það ætti að vera og menn fylgja kannski ekki reglum og reglugerðum eins vel og kannski ætti að vera fleiri reglugerðir sem segja hvernig við maður bregðast við þessum hlutum og annað, hver veit. Og ástæðan fyrir þess það að við býðum alltaf þá til atburðurinn komin á stað og þá fyrir við að gera eitthvað. Já. Við erum ekkert að undirbúa okkur. Nei. Við gerum ekki heimavinnuna. Við erum ekki að setja upp forvarnir, við erum ekki að hugsa hvernig þetta getur hugsanlega þróast og annað. Já. Og kannski gott dæmi það að núna verið fyrst að fara af stað með reyna að búa til hættumat fyrir mismunandi eldgosasvæði landsins. Á hverju þetta ekki löngu byrjað? Á hverju byrjuðu ekki á þessu fyrir 20, 30, 40 ára síðan? Bara maður spyr. Þá sé alltaf að það er mannekla, en það okkur skortir oft, að mínu mati, okkur skortir oft fyrirhyggjuna. Og við erum mjög góði að redda hlutum. Já, besti í heimi í því. En hitt er ekki eins gott og þetta myndi kosta okkur miklu minna ef við værum betur undirbúin og værum búin að hugsa þetta vel fram á við. Já. Og bara þetta með það að fara út í eldgosa hættumati, það er bara frábært og mjög gott að þessi skýrsla er komin út og ég óska bara Veðurstofunni til hamingju með það. Og gott að sjá að þeir eru farin að nota sömu rannsóknaraðferðir við erum búin að vera að nota síðan 2014 þegar kemur að hættumati og það er bara mjög jákvætt skref og þeir hafa greinilega séð að þetta virkaði betur heldur en það sem þið voru með fyrir. Ertu að stríða þeim núna? Já, ég er að stríða þeim aðeins. En samt sem að við erum búin að gera hættumat fyrir Reykjanesskagann sem að byrtist nú í stóra hluta Reykjanesskagann sem byrtist nú í meistararitgerð eins nemandi okkar og síðan hefur við gert svona áframhaldandi hættumat sérstaklega út frá svona eldgosanæmi fyrir restina af Reykjanesskagann og þessu svona almennt ber dálítið vel saman en það er smá munur á sem sagt okkar útgáfu og þeirri útgáfu sem Veðurstofan er með og hvor þeir eru réttari eða rángari vitum við ekkert en það væri gaman að kannski setjast niður og sjá af hverju þessi munur er, hvaða forsendur liggja þar á bakvið og hvort að við þurfum að hugsa eitthvað meira þá reyna að læra eitthvað meira af því og þessi munur raun og veru dregur úr sem sagt á Veðurstofu útgáfunni þá dregur það dálítið úr líkum á hraunið sem það flæði átt að Reykjavík en eykur sem sagt líkurnar á flæði til bæins og Hveragerðis og Grindavíkur en í okkar mati þá er Reykjavík ákveðin svæði Reykjavík alveg til sömu og jafn mikilli hættu eins og Grindavík, Hveragerði eða Þorlákshöfn. Það er ekki munur þar á. En þetta er mikilvægt að þegar svona kemur upp að við getum þá allavega sest niður og rætt saman og fundið út hvað af hverju þessi munur er einhver ástæð sem hafa áhyggjur af honum skiptir það einhverju máli og annað og svona vinna svona skynsamlega úr þessu. En ef þú er ungu maður og værir eitthvað að velta fyrir þér bara hvar þú ætlaðir að búa á höfuðborgarsvæðinu væru einhverja lóðir sem þú myndir ekki kaupa út af hættu? Ég ætla ekki að hanga. Þú ætlar ekki að segja mér hvað þú hugsa. Sko, þá myndi fasteignum að falla. Já, nei, það verðum að passa hvernig við tölum og ég meina, ég hef sagt hluti sem að fóru þvert ofan í Hafnfirðinga og ég bið á bara afsökunar á því að það er ekki meiningin heldur en það sem við þurfum að gera sem samfélag, ekki bara vísindamennir. Við þurfum að upplýsa fólki hvaða vá getur orðið á ákveðnum svæðum og við þurfum þá bara að verðsetja þessi svæði eftir því. Já, einmitt. En númer 1, 2 og 3 fólk verður að vera upplýst hvaða hættur eru mögulegar. Þannig að það getur tekið upplýst ákvörðun fyrir sjálf sig. Það er númer 1, 2 og 3 fyrir mér. Einmitt. Og skerpa fókusun á það sem gæti gerst í stað þess að vera alltaf að bregðast við. Já. Og þannig að við hugsa og meina, ef við gerum gott hættum að þetta hjálpa til, meina, þetta mat sem er komið út frá Veðurstofunni, það mun hjálpa til við skipulag á
bæði Stór Reykjavíkursvæðinu og eins líka á Reykjanesskaganum og alveg yfir á Suðurlandi. Og þannig að þetta eru mjög verðmætar upplýsingar sem liggja þarna fyrir og mjög gagnlegar. Þannig og það geta bæjarfulltrúar að sest niður og skoða þetta og dregið ályktanir út frá því og gert ákvarðanir í samræmi við það sem að þetta segir, sko. Hvert á byggðin að þróast og þar fram eftir göttunum, sko. Þannig að alltaf mjög áhugavert og skemmtilegt og fróðlegt að spjalla við Þorvaldur. Ég þakka þér kærlega fyrir komuna. Gunnar Smári sagði áðan að þú hugsaðir eins og eldfjall. Já, kannski er maður orðin svona bara mengaðar af þessum drottningum sem maður er með í kringu sig, þessum eldfjöllum, sko. Það hafa svona áhrif á mann. Já, allavega skemmtilega orðað hvað sem við ykkur veruleikann. Jú, alveg rétt. Þannig kæra þakki fyrir komuna. Bara takk fyrir mig. Og áframgöngu við göttuna, kæru hlustendur, þetta er rétt að byrja, ekki fara langt. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ég fekk hann Þór Snæ Júlíusson skömmu eftir að tilkynnt var að þjóðaratkvæðisgreiðsla yrði framhaldið við ESB í lok ágúst til mín hér að Rauða borðinu og nú hafa allmargar vikur liðið síðan. Hann framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingarinnar og við ætlum að ræða það sem hefur gerst núna á milli og við ætlum að fara yfir dýrtíðina, samkeppnismál og ég ætla að spyrja hann hvort hann sé vissum að í samkeppnislegu tilliti þá myndi Ísland ganga til góðs með inngöngu í ESB. Vertu velkominn. Takk. Veit ekki hvað að byrja, sko, umræðan hefur eiginlega orðið að mínum mati enn furðulegri, enn verri, enn rakastnauðari, miklu meir lygar, hreina lygar, áróður, drasl og svona bara heila skemmandi rugl sem borið á borð fyrir íslenskan almenning að mínum mati, bara svo ég segi þér mína skoðun. Verður þetta svona bara allt fram á síðasta dag að það er ekkert að marka sem fólk segir? Mér finnst nú ekki hægt að setja alla sem eru þátttakendur í þessu umræðu einhvern veginn á sama stað. Það sem hefur komið mér í opna skjöldu sérstaklega málflutningur stjórnarandstæðunar sem festist rosalega mikið í forminu, að reyna að útskýra fyrir fólki að það sé eitthvað við formið sem sé öðruvísi en það sem stjórnvöld eru að segja það sé. Og þetta snýst svona aðalega að þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að það að fara í samningaviðræður sé ekki þjóðaratkvæðagreiðsla það að fara í samningaviðræður, heldur einhvers konar laumu tilraun til þess að koma Íslandi í aðlögunarferli hjá Evrópusambandinu. Og þetta taktík, er það ekki? Jú, en ég klóra mér alveg í hausnum yfir þessu vegna þess að Ísland auðvitað mjög aðlagað að Evrópusambandinu. Það eru við gegnum EES-samningin, þar sem við höfum auðvitað tekið upp meira að minna alla gjörðu sem við þurfum nema það sem er undanþegið honum frá því að sá samningur tók gildi 1994 og við erum aðilar að Schengen og þetta eru svona tvær stærstu hraðarhindrannar venjulega fyrir aðildarríki sem eru að sækja Evrópusambandið, það er þessi aðlögun. Þessi aðlögun þegar til staðar á Íslandi. Það liggur alveg skýrt fyrir að það sem er verið að gera í þessu tveggjafasa ferli sem núna á að ráðast í það sem sömu flokkar sem eru með allt á hornum sér núna gagnvart þessu ferli vildu að yrði gert þegar á sóttum aðild 2009. Það er að segja að spyrja þjóðina áður en þeir fara á stað. Og í ljósi þess hversu eldfimt þetta máli þá var ákveðið að gera þetta svona og spyrja, eigum við að fara í þessar samningaviðræður, svo munu samningaviðræðurnar eiga sér stað og svo verður samningur lagður fyrir þjóðina og hún hefur þá 2 tækifæri til þess að segja sína skoðun á þessu ferli. Þetta er ekkit flókið. Það að þvæla fram og tilbaka formið á málinu í stað þess að ræða bara efnisatriðin
og standa þá með einhverjum rökum það af hverju það sé stórhættulegt að fara í samningaviðræður og fá samning sem getur sýnt svart á hvítu hvort að eitthvað af þessum bábiljum sem hefur haldið á okkur árum og áratugum saman séu réttari ekki. Ég skil þetta ekki alveg. Ég skilur þetta ekki. Ég skil þetta alveg fullkomlega. Jú, þau eru í pólitík. Þau eru reyna að nýta sér fólk sem ekki með mjög góða bjargir til þess að átta sig á því hvað þessi kosning til þess að pikka upp í rauninni ákveðin rángindi og ganga með það inn í gjörklæðan. Út frá pólitískri leikjafræði þá skil ég þetta einhverju leyti en mér finnst þetta ekki klókt. Það kannski það sem ég átti frekar við. Mér finnst þetta kannski aðalega bara svolítið svona ramba á siðferðislegum mörkum. Já, það augljóslega verið að reyna að selja fólki það sem hér í gangi að leyfa þjóð að ákveða hvort hún vilji fara í samningaviðræður ekki sé eitthvað allt annað. Já. Og það fyrir mér ekki alls ekki heiðarleg framsetning. Nei, hún ekki heiðarleg. Og maður spyr sig oft hvað býr þarna baki af hverju þessi miklu ofsi í það að einhvern veginn að standa vörðum þessi kerfi sem við erum með og yrðu fyrir áhrifum af því að ganga í Evrópusambandi kjósi þjóðin að gera það eftir að samningum myndi ekki fyrir. Eitt svari við spurningunni gæti verið að mjög öflugar blokkir og sterk sérhagsmunaöfl séu að toga í spotta. Og talandi öflugar blokkir, það þarna nýkomin út skýrsla sem sýnir það að ítök stórútgerðarinnar ná víða. Ég var nú með kort í besti vinur Aðal sem að sýndi hvernig kolkrabbinn fær alltaf fleiri og fleiri arma og ég hélt nú fram í þeirri bók að ef frammyndi ef frammyndir líða stundir eins og horfið núna þá myndi stórútgerðin eignast beint eða óbeint skoðanir okkar og viðhorf vegna þess að í hverri fjölskyldu yrði einhver sem að hefði vinnu og þar að leiðandi beina hagsmuni að því að starfa hjá þessum öflugu blokkum af því að ítök þeirra í fyrirtækjalífinu væru fann að teygja sér svo langt umfram sjávarútveginn. Ok, það var nú kannski sett svona svolítið fram með augrandi hætti sem vekjaraklukka til þess að við myndum velta fyrir okkur hvort þetta væri leið. En þessi skýrsla nýkomin út. Hún sýnir ákveðna stöðu. Fyrir því sem gamlan blaðamann kom eitthvað óvart í þessu? Sko, já og nei. Byrjum bara á smá örstuttri sögulegri upprifjun. Það eru nokkur ár, ég held að vera 2020 í mann rétt, sem núverandi atvinnumálaráðherra þá þingmaður Viðreisnar í minnihluta lagði fram sambærilega skýrslubeiðni. Hvers eru? Hanna Katrín. Já. Og fekk svar eftir 8 mánuði. Það var Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra og það svar var raunverulega ekkert. Það var til dæmis ekki, það kom meðal annars fram að því opinbera taldi að það hefði ekki heimildir til þess að segja frá hverju var raunverulegur eigendur. Alveg rétt. Og hún spurði eftirminnilega bara byrju hvað verið að reyna að fela þetta ekki neitt. Og það var þá og persónuvernd tók það upp á sína arma að segja að þetta svar auðvitað héldi engu vatni. Það voru sannlega heimildir til staðar til þess að rekja raunverulega eigendur af stórútgerðum í svörum til Alþingis. Þannig að þetta var mjög furðuleg afgreiðsla. Og svo var ákveðið í fyrrahaust að endurflytja þessa beiðni með smávarum breytingum til þess að reyna að sjá hvort að það er hægt að fá einhverja mynd á því hvernig eignarhald 20 stærstu útgerðarfyrirtækja landsins eru í öðrum geirum. Svarið sem var unnið á Hagfræðistofnun Háskóla Íslands sýnir það einhverju leyti. Það er að segja svarið flokkar eignarhald 20 stærstu útgerðarfyrirtækina niður í þrennt, það er að segja í öðrum útgerðum með kvóta, það er hvað keypt upp af öðrum sjávarútvegsfyrirtækjum sem eru með kvóta, önnur starfsemi á Íslandi og svo erlend starfsemi. Og niðurstaðan er að það séu rúmlega 400 milljarða eignir í þessum 3 flokkum. Varlega áætlað? Mjög varlega áætlað vegna þess að, sko, til að byrja með er dregin frá
eign, það er svona mínuseign í erlendu hjá Samherja og það er augljóslega vegna tilfærslu á eignum í gegnum fyrirframgreiddan arf og seljendarlán frá foreldrum til barna. Þannig að það eru svona næstu í 40 milljarðar sem þetta er að bæta við tiltölulega hratt og svo var okkur ljóst eða mjög hratt þegar við fórum að kíkja á gögnin sem fylgdu með að það vantaði töluvert inn í myndina. Það vantaði til dæmis eignarhaldsfélagi Kristin sem er fjárfestingafélag Ísfélagsfjölskyldunar og heldur á íslensk-ameríska eða hlut þeirra þar, fullt af fasteignaþróunarverkefnum á 70 milljarða í eignir. Það vantar eignarhlut Samherja fjölskyldunar í Eimskip, það vantar hlut Gjögurs fjölskyldunar í Sjóvá og þetta eru bara 3 dæmi og þarna samanlagt eru þetta 3 dæmi sem á þeir tímabili sem úttektin nær til eru 80 milljarða virði, eitthvað svoleiðis. Þannig að það eru alveg góð líkindi vegna þess að stöðst við mjög þrönga skilgreining og tengdum aðeilum þarna, eru bara miðað 50% markið en ekki til dæmis bara að finna þau fyrirtæki sem þau er kannski 10% í eða annað slíkt. Að þarna séu minnst okkur tugir en sennilega 100 milljarða sem eru ótaldir. Annað sem kom mér dálítið í opna skjöldu er það hvað þetta er gerst hratt. Þarna 10 ára tímabil sem er skoðað, það var 2014-2024 og 60% af þessum eignum er að falla til á þessum 10 árum. Þannig að samþjöppunin er að eiga sér stað mjög hratt og ég held hún sé alls ekkert að minnka ef við skoðum hvernig arðsemin er í þessum geira núna. Sáum bara til dæmis uppgjör hjá síldavinnslunni sem er verðmætasta fyrirtækið í Kauphöllinni núna fyrir fyrsta ársfjórðung og það var 5-falt meiri hagnaður en á sama tíma í fyrra. Og síldavinnslan frá því að veiðigjöldin voru samþykkt 14. júlí markaðsvirði hennar hefur aukist 83 milljarða króna. Fyrirtæki verða ekki gjaldþrota vegna það var alls ekki gjaldþrota, heldur hefur markaðsvirðið aukist 65% á þessum 10 mánuðum og þar af eru sko þessi 2 aðilar sem eiga stærsta hlutan, Samherji og Gjögursfjölskyldan í gegnum Kjálkanes sem taka 46% af þessum 83 milljörðum í auki markaðsvirði á 10 mánuðum sko. Þannig að og þetta er bara svona dæmi það hvað þetta er mikill auður sem er að safnast á fárra hendur og hvað hann getur nýst til þess að kaupa upp í ótengdum geirum á Íslandi og svo auðvitað kannski svo ég klári þessa yfirferð yfir þessa skýrslu að það eru auðvitað mörg fyrirtæki í þessum 20 fyrirtækja hópi sem eru tengd sko. Þarna eru bara dótturfélög og annað slíkt og svo auðvitað gera þau langt flest upp í evrum. Já, sko mér fannst það tímanna tákn þegar ég held að það hafi verið Ingi Freyr Vilhjálmsson, blaðamaður sem benti mér á það að ef ég ætlaði að kaupa með kaffivél þá væri mjög líklegt að ég væri að styrkja Guðbjörgu í Eyjum. Hún væri komin með sem sagt kaffivélasöluna. Já, vantilega Fastus. Já, og það svona, hugsaði ég. Það eru örugglega ekki allir sem vita þetta og síðan hefur maður fylgst með öllum fjandanum. Með þessum miklu ítökum verður þá samkeppni enn minni? Já, en ekki bara út af þessu. Þú veist, við hér var hrun og eftir hrunið þá þarf að endurreisa íslensk viðskiptalíf og það er gert, við setjum fjármagnshöft til þess að passa upp á það að útlensku peningarnir komast ekki út og búum til þessa stöðu gagnvart erlendu kröfuhöfum og allt þetta og þá þurfum við peninga til þess að geta endurreist þetta íslenska viðskiptalíf og það er gert í gegnum endurreista banka og það er síðan gert í gegnum lífeyrissjóð sem komast ekkit út með peningarna sína og fyrirtækin eru seld þegar búið að taka þau gegnum þvottavélarna og gegnum skráningu á markað og lífeyrissjóðnir hafa raunverulega ekkit rosalega mikið annan valkost en að kaupi þeim vegna þess að eins og eitt sagði einhvern veginn frægum fundið sér var á ef við kaupum ekki það sem er verið að bjóða núna þá endum við með að kaupa bara reiðhjólu og örbylgjuofna. Við erum búin að kaupa allt annað sem við megum kaupa samkvæmt lögum. Þannig að við það verður
rosalega stórt eignarhald lífeyrissjóða á skráðum fyrirtækjum, stórum fyrirtækjum á Íslandi og munum, þetta eru að uppistöðu bara þjónustufyrirtæki, svona verslunar og þjónustufyrirtæki. Þetta eru tryggingafélög, þetta eru bankar sem eru bara að starfa á innlendum markaði, þetta eru fjarskiptafélög, þetta er smásala, það er segja matvara, eldsneytisala, annað slíkt. Þetta eru bara fyrirtæki sem við þurfum að vera í daglegum viðskiptum við, þjónustu og vörur. Og óvenjulegt að skráður hlutabréfamarkaður sé uppistuðu samsettur af svona fyrirtækjum og þarna vantar þetta líka flutningsfyrirtækin og annað slíkt inn í. Og fá fyrirtæki sem eru kannski með mikið alþjóðlegt presence. Venjulega eru skráðir markaðir notaðir til þess að veita fyrirtækjum í miklum vexti færin til þess að fara í þann vöxt. En hérna er þetta svona, dálítið sérkennileg samsetning. Og fyrir vikið eiga lífeyrissjóðirnir helming allra skráða hlutabréfa, en þeir eru svona laissez-faire, það er að segja þeir eru ekki mjög virkir stjórnendur í þeim fyrirtækjum sem þeir eiga. Og það þýðir að fyrirtækið, aðrir fjárfestar þurfa ekkit kannski að eiga mjög stóran hlut í fyrirtækjum til þess að verða algjörlega ráðandi í þeim, ráða hvernig launakjör stjórnenda eru, ráða hvernig arðsemiskrafan er, ráða í hvaða fjárfestingar er farið. Og það hefur orðið reyndin hérna að svona einkafjárfestar með ekkit stundum mjög stóra eignarhluti geta orðið mjög ráðandi og sannlega án þess að eiga meiri hluta í félögunum. Þannig að hérna það ígir þetta líka þegar fáir eignast rosalega mikinn auð og geta farið að kaupa í öllum andskotunum öðru en upphafsgreininni sem þeir voru í. Og þú ert með svona þessa stöðu að lífeyrissjóðirnir eigi hérna aftur bara helming allra hlutabréfa og sé ekkit rosalega virkir í því að stýra hvernig þessum fyrirtæki sem þeir eigi er háttað sko. Þannig að það er líka dálítið sér íslenskt. Og þá komum við kannski að megin tilefni þess að ég baði að koma hérna að Rauðaborðinu, Þórður Snær, að sko segjum sem svo að íslenska þjóðin ákveði í lok ágúst frekara framhald, það verði boðið upp á pakka og við göngum í Evrópusambandið. Við munum ákveða það, hvort sem við fáum mjög margar undanþágur eða við komumst að því að við ætlum samt að ganga í Evrópusambandið þótt við fáum ekki allar þær undanþágur sem við viljum, meðal annars vegna þess að við erum orðin þreytt á þessu skopparabolta hagkerfi og samkeppnin, dýrtíðinni, öllu því. Það er stutt sem við fengum upplýsingar það að Ísland hefur aldrei verið dýrara heldur en einmitt núna í samanburði við önnur nágrannalönd, þá finnum maður það að kaffibollin er komin á 2.000 krónur ef maður fer hérna og leyfir sér að fá sér kaffi og eitthvað svona. Og sem sagt stóra spurningin sem að margir spyrja sig er einhverja líkur á því að þetta með samkeppnina myndi raunverulega breytast með inngöngu í ESB. Margir hafa nefnt við mig að ástæða þess að erlend fyrirtæki er ekki mikið að reyna að hasla sér völl hér í íslensku viðskiptalífi sé íslenska krónan. Og þá komum við að þeirri stóru spurningu, ef Íslendingar ganga í ESB, ef við tökum upp evru, ef það næst stöðuleiki á fjármálamarkaði og í viðskiptum og ef ítök þrýstihópa minnka hér í viðskiptalífinu, mun það sannarlega þínum að til leiða til þess að við fáum slatta af erlendum fyrirtækjum til þess að slást í samkeppnina hér við innlend fyrirtæki á Íslandi? Ég held að það verði svo. Og ég get alveg fært fyrir því rök. Sko í fyrsta lagi ef að við myndum taka upp evru og gangi í Evrópusambandið, þá losnar auðvitað lífeyrissjóðun okkar. Norski olíusjóðurinn til dæmis, eins og vel þekkt hann er rekinn með það augnamið að fjárfesta ekki inn í Noregi til þess að vera ekki að búa til hita inn í hagkerfinu þar og til þess að koma í veg fyrir að við lendum í svona kannski klemmu eins og við erum að gera með okkar lífeyrissjóðkerfi sem eru auðvitað fáránlega gott kerfi og á hérna á 900.000 milljarða króna og er okkur gríðarlega mikilvægt en er óbúslega umsvifamikið hérna innan lands í fjármögnun á einu og öllu. Og þetta er akkurat öfugt við það sem Norðmennirnir gera. Þannig að með upptöku evru þá
auðvitað losnar verðtrygginguna, hún heyrir sögunni til, mikið hluti af eignum lífeyrissjóðanna eru verðtryggðar og þeir eðlilega halda mjög fast í það fyrirkomulag vegna þess að það tryggir þeim vörnina frá verðbólgunni sem konstant og við erum með innbyggt í lög raunverulega ennþá höft á erlendar fjárfestingar lífeyrissjóða. Þannig að þeir munuð, núna mega bara fara upp í ákveði prósent af eignum sínum í erlendum eignum. Þeir geta þá farið víðar og fjárfest svona landi og þjóð til heilla. Ég hef líka trú á að það muni aukast erlend fjárfesting. Það alls ekkit einhver ný ályktun að erlendir fjárfestar hafa sett fyrir sig gjaldeyrisáhættuna og gang íslenska efnahagskerfisins þegar þeir eru að horfa á það hvort að hér eigi að fjárfesta. Ég meina það, þú getur talað við hvern sem í nýsköpunargeiranum það. Það ástæða fyrir því að mörg okkar því miður hugmyndadrifnu fyrirtæki enda með helstu starfsstöðvar sínar erlendis frekar en hérna að þetta eru ekki sveiflur eða aðstæður sem erlendir fjárfestar vilja reikna inn í sínar fjárfestingar. Þannig ég hef trú á því að Ísland sem vel menntuð, dugleg og frjóð þjóð muni geta laðað umtalsverða erlenda fjárfestingu líka vegna þess hvar við erum staðsett í heiminum og hvernig geopólitíkin að þróast að þetta veri eftirsóknarvert svæði til dæmis varandi vöruflutninga og annað slíkt. Þannig að ég held að það gerist klárlega. Svo opnast bara glugginn fyrir það að fyrir þjónustufyrirtæki sem til dæmis að selja fjármálaþjónustu, tryggingar eða hvað annað svoleiðis að opna hér bara einfaldlega útibú og geta farið í samkeppni við bankar sem eru að bjóða vöru eins og stendur á miklu dýrara verði en við myndum fá hann annars staðar og það þarf ekkit mikla fyrirhöfn til þess. Það hægt að leigja skrifstofuhúsnæði og vera bara með nokkra starfsmenn og flest svona þjónusta, hún fer nú eiginlega fram með stafrænum hætti í dag Þannig að ég hef miklar væntingar til þess og ég hef líka væntingar til þess að þetta geti ítt snjóbolta af stað. Ef að fjármagnskostnaður breytist þá getur það haft mikil áhrif inn í alls konar aðrar geira. Það getur búið til mikla hvata fyrir fólk að fara í samkeppni við eitthvað sem að bjóða kannski upp á vörur eða þjónustu með arðsemiskröfum sem eru töluvert yfir það sem eðlilegt ætti að vera í svona litlu samfélagi þar sem kúnnarnir eru fyrst og síðast þeir sem hér búa. Og það alls heldur ekkit útilokað að við myndum sjá erlend stórfyrirtæki með mikil samlegar áhrif í matvöru og við myndum þegar séð það í eldsneytum, í Costco og í byggingavörum í Bauhaus þrátt fyrir krónuna Mér skilst að Costco sé búið að stórlækka kostnaði við fermingavislur Ég held að Costco áhrifin voru gríðaleg. Þau voru það, bara líka, varð svona akkir í eldsneytissölu þegar þau fóru að selja bensín og bjóða upp á bara alls konar vörúrval sem hefur ekki verið í boði og allt öðru sér viðskiptamódel á bakvið þetta. Þannig að ég hef alveg réttmæta væntingar til þess að ef að við losnum við krónu áhættuna að þetta gæti orðið raunveruleikin í öðrum geirum líka. Mikilvægu hliðaráhrif sem að þetta tangarhald fárra á íslensku samfélagi það myndi losna eins það. Það myndi að minnstakosti myndast stórar sprungur í það og þeir sem vilja spreita sig í að standa upp í áruna á hinum og þessum mörkuðum, þeir myndu fá betra tækifæri til þess að gera það. Þannig að þú sæir jafnvel fyrir þér að við fengjum banka. Ég get alveg sé fyrir mér að minnstakosti að við myndum sjá meiri erlendan áhuga á íslensku bönkunum sem kannski fjárfestingarkosti. Ég segi alveg fyrir mér að einhver fjármálaþjónusta myndi fara að setja upp mögulegt útibú til þess að bjóða upp á kjör sem eru ekki í boði hjá íslensku bönkunum í dag. Alvöru samkeppni sem í stað engra samkeppni eins og núna á milli bankana. Og allt þetta myndi leiða til þess að íslensku bankarnir þyrftu að aðlaga sig mjög hratt að þeim veruleika. Tryggingafélag? Já, ég myndi vonast til þess að sjá eitthvað slíkt. Það eru orðið þannig að tryggingafélög eru í síauknum mæli að svona, að vera í
samstarfi við fjármálastofnanir og að vera að selja þetta svona sem það sem kallast böndlaðar vörur. Þannig að það geti sannlega verið möguleiki. Og þú nefndi stórmarkaðin áðan að við fengjum kannski meiri samkeppni þar. Ég með aftur, það eru aldrei hægt að segja með 100% vissu hvað verður, en ég held að minnst að margar þær hindranir sem eru nú þegar í vegi, að þeim verði rutt til hliðar með inngöngu og upptöku evru ef að það verður niðurstaðan í tvöfaldri þjóðaratkvæðagreiðslu. Það eru þetta aðrir faktorar sem munu alltaf hafa áhrif á Íslandi, meðal annars flutningskostnaður út að við erum eyja hérna út í miðju Ballarhafi og við erum líka En hvað með að við séum svo lítill markaður að enginn hafi á okkur? Já, það eru allan að gerst nú þegar að hér hafa komið erlend stórfyrirtæki inn á þennan litla markað, þrátt fyrir korona, sem við vorum að fara yfir hérna áðan. Það að setja upp kannski útibú á litlu markaði, það þarf ekki endilega að vera neitt mjög kostnaðarsamt en getur orðið mjög arbært vegna þess að Ísland þetta mjög ríkt land og við erum með mjög mikið í gangi og hérna eru eftirsóknarverðir viðskiptavinir. Það eru það klárlega, hérna eru bara fyrirtæki, hort á sjávarútvegsfyrirtækin sem eru gríðarlega verðmæt og hérna fyrirtæki í mjög góðum rekstri, þú getur hort á orkufyrirtækin í Íslandi og nálæðinu við þau og þá þróun sem eiga sér stað í kringum þessa geira sem alltaf að stækka. Þannig að ég held að, að við höfum aldrei að líta svo á að við séum of lítil fyrir heiminn. Við erum það ekki. Og þá það spurningina, ef þetta gengi nú eftir og mörgum myndir nú létta mikið við það. Jú, það svo sem einhver óþægindi sem myndu verða þessum breytingum fyrir dæmis skussana í íslensku business, að í stað þess að þeir myndu bara halda áfram að hafa það rosalega gott og græða á tá og fingri, þá þið meira aðhald og það myndu kannski einhverjir menn óhæfir í ýmsum brönsum missa vinnuna í stað einhverja manna utan Ísland sem hefðu atvinnu af því að sinna Íslandi. En bursið frá sem sagt breytingunum, hver væri svona að þínu mati raunhæfur tímarammi í þessu vegna þess að stundum heyrir maður að ef við erum að tala um einhverja lausnir í íslensku efnahagskerfi þá séu það ekkert á morgun eða hinn það sé mjög langt í þetta. Já, staðan hefur þetta breyst umtalsvert frá því að við fórum síðast í aðildarumsóknarferli. Staða okkar hefur breyst mikið. Við erum mjög sterk efnahagslega og stöndum mjög styrkum fótum sem ríki. Ég var að lesa viðtal við stækkunarstjóra Evrópusambandsins í Politico helgina, þar sem hún raunverulega lýsti Íslandi sem mögulegu svona sérstöku tilfelli vegna þess að við erum þegar búin að, eins og ég fór yfir áðan, að aðlagast innri markaði Evrópu svona mikið í gegnum EES-samningin. Hún nánast ræddi einhverja hraðinngöngu. Já, það var eiginlega, og þetta hefur, við vitum alveg að þetta hefur verið svona til umræðu innan Evrópusambandsins að finna nýjar leiðir til þess að geta mögulega hraðað umsóknarferlum. Þetta eru við erum sérstaklega rætt í sambandi við Úkraínu, en núna í síauknum mæli varðandi Ísland og svona ríki sem kemur með mikið að borðinu þegar það að sækjum, en ekki að fá, verður ekki svona, ef maður leyfir sér að sletta, ekki net contributor, heldur net receiver. Ísland verður mun alltaf greiða svona í grunninn aðeins meira með sér en það fær beint, þrátt fyrir að heildaráhrifin á okkar mati eru þau að Ísland myndu þetta hagnast mjög að því að vera hluti af Evrópusambandinu. Og það ekki frágangssök. Nei. Þannig að tímaraminn hann virðist allan að geta orðið töluvert styttri en áður hefur verið haldið fram og svona í ljósi orða stækkunarstjórans, ef við erum fyrst og síðast að horfa á að samningaviðræðurnar fari mjög fast í það sem við setjum sem skilyrði. Og ég ekkit undanskilin þar. Ég þeirra skoðunar að það þarf að mæta okkar skilyrðum varðandi yfiráði yfir auðlindunum til að mynda og sérstakar skilgreiningar fyrir landbúnað á Íslandi til þess að ég myndi með fullu fettum segja já við aðild. Þannig að ef það næst niðurstaða þar tiltölulega hratt sem í takti við okkar væntingar þá ætti þetta ferli ekki að þurfa að taka mjög langan tíma.
Er það ekki? Og til dæmis að skiptum gjaldmiðil, er það ekki gríðarlega flókin aðgerð? Við þurfum að mæta Maastricht skilyrðunum sem eru þau skilyrði sem eru sett og í dag eru við auðvitað í vandræðum með verðbólguna sérstaklega og vextina. Verðbólga á Íslandi hefur ekki verið í markmiði 6 ár sko. Og við þurftum þá að grípa til sameiginlegra aðgerða. Þessi markmið náttúrulega bara eitthvað rugl. Já, það allavega eitthvað sem umhugsunarefni þegar þú rekur peningastefnu á grundvelli verðbólgumarkmiðs og það næst aldrei og það hefur eiginlega valla nást núna á undanförnum áratugum nema bara þegar við vorum í höftum þegar það var að stýra fjárflæði inn út á landinu eftir hentuleika þannig að það þyrfti þá bara að fara í mjög skarpa aðlöfum til þess að ná þeim markmiðum og þannig við getum uppfyllt þessi skilyrði hluti af því ferli þessi biðstofa svokallaða hún felur svona de facto í sér að áhrifin af upptöku evru eru farin að skila sér inn áður en að við skiptum nafn á gjaldmiðlinum þannig að ég alveg með raunhafa væntingar ef þessi markmið nást það er að segja ef það verður já núna í ágúst og viðræður geta hafist tiltölulega snemma og það verður farið mjög fast í það sem mun skipta mestu máli að ná samningi það er að segja að mæta þessum skilyrðum okkar það að við séum alltaf með fulla festu á örlögum þjóðarinnar með yfir auðlindum og það tekst að ná þeim markmiðum fram þá sé ég ekki fyrir mér að þetta ætti að taka neitt rosalega langa tíma en þú veist það að segja það hvað það þýðir í dögum, vikum, mánuðum eða árum það eitthvað sem ég treysti mér ekki til þess að gera en það væri það mjög óbært. En seinni atkvæðagreiðslan það sem kosið samning ef það kemur já í ágúst hvað svona lágmarks tímalengd í það að þínu mati þið hljótið að vera að ræða þetta alla daga í þinni kreðsu? Það fer algjörlega eftir þessu sem ég sagði bara hversu vel gengur að semja þau skilyrði sem Ísland myndi setja. Ef að það tekur skamman tíma, segjum svo að hér verður já í ágúst og íslenska samninganefndin síðan myndi hefja viðræður, ég held að utanríkisráðherra talaði að það sé svona raunheft að það gæti þá hafist einhvern veginn kringum áramót af fullum fetum og að það komi bara einfaldlega í ljós að Evrópusambandið sé ekki að setja mikið út á þessi grundvallarskilyrði sem við erum með segir já auðvitað og eðlilega eru við tilbúin að mæta því að þið haldið yfirráðum yfir ykkur auðlindum og það verði með ykkurum hætti sett fram í varanlegri undanþágu það er að segja, það getur verið gert inn í samningnum sjálfum eða með ykkurum breytingum innan Evrópusambands sjálfs þá ekkit lúk fyrir það skotið að við getum verið að sjá einhvern veginn hvernig þetta lítur allt saman út áður en að þessu kjörtímabili líkur. Já, áður en kjörtímabilinu. Já, þú veist, það ekki útilokað en ég held maður verið líka bara að vera aðeins bara með augun opinga hvort því að þetta flókið og þetta umfangsmikið. Og þú ert að byrja á því að fá já í ágúst sem enga veginn víst. Bara algjörlega og það getur vel verið að þetta getur tekið töluvert lengri tíma þú veist þetta getur þess vegna mögulega tekið einhver ár ef að það eru miklu ástendingasteinar og ef þú fær nei í ágúst þá þessi hugmynd bara til kælingar langa hríð fyrirsjáanlega framtíð þannig að ég held að það sé öllum augljóst og það veist, ég segi það bara ég held að það fari ekkert á milli mála ég hef mikla trú á að Ísland geti og eigi að fara inn í Evrópusambandið að ákveðnum skilyrðum uppfylltum og geti styrkt gríðarlega sem þjóð við það að gera það. Ég held að fá sæti við borðið og fá áhrif á ákvörðunartöku sé miklu meira skref, sjálfstæðis og fullveldisskref en það að taka bara við eins og við höfum gert núna frá 1994 á grundvelli EES-samningsins. Ég algjörlega þar og ég held að Ísland og Norðurlandaþjóðirnar og Eystrasaltsríkin geta saman, þetta eru að mörguleiti mjög lík lönd sem hafa sameiginlega hagsmuni, geti myndað mjög sterka blokk saman innan Evrópusambandsins þannig að áhrifin okkar munu ýkjast langt umfram þann fjölda sem býr hér í landinu.
En af því sögðu, ef það niðurstaða þessar þjóðar að við viljum bara halda áfram á þeirri leið sem við höfum verið, sem hefur kost og galla, gallarnir eru augljósir, við erum auðvitað með mjög háa vexti eiginlega alltaf, vegna þess að við erum með mjög háa verðbólgu eiginlega alltaf og fyrir vikið þurfum við að vera með mjög há laun eiginlega alltaf sem því það verðlagið verður mjög hátt og svo bara gengur þetta hring eftir hring, hið svo kallega höfrungahlaup. Þá, ef það niðurstaða þjóðarinnar að þetta sé kerfi sem við viljum halda, þá ber bara virða þá niðurstöðu og það augljóst í mínum huga að þá þessi spurning að minnstakosti fyrirsjáanlega framtíð, þá hún út af borðinu. Svona kannski í lokin, þá langar maður að ræða við þig stýrivaxtahækkun Seðlabanka í síðustu viku, mikil vonbrigði á mati margra. En það alltaf þessi þétti stuðningur hjá ríkisstjórninni sem þú styður við stefnu Seðlabankans. Síðast í dag var ég að lesa grein eftir Stefán Ólafsson á Heimildinni á Hólastana og þar kom fram rökum að þetta bitna á þeim sem síst skildi, þessar vaxtahækkanir hafi áhrif á þá sem síður skildi heldur en aðra og það alltaf þessi gamla saga. Hvenær að þínu mati runnin upp svo stund að Kristrún, þinn leiðtogi, eða þið sem styðið ríkisstjórnina, að þið bara takið fólkið í Seðlabankanum á eintal og bara gefum okkur bara að brjálaður maður myndi stýra Seðlabankanum og sem Seðlabankastjóri sannarlega ekki og hann tæki bara einhverja svona og hann og nefndin í kringum hann væri bara að taka alveg óbóðslega vondar ákvarðanir, trekk og ríkisstjórnin segir alltaf bara já, Seðlabankin sjálfstæður og óháður okkur og það verður að vera þannig en hvenær segir maður eins og þú og Kristrún og einhver sem við höfum kosið hingað ekki lengra? Við byrjum á því bara út þegar þú lagðir út frá grein Stefáns Ólafssonar. Ég mjög lítið sammála því að vaxtahækkanir eru skattahækkanir á þá sem síst eiga að vera beraðir. Önnur leið til þess og það sem Seðlabankinn hefur verið að gera á undanförnum árum það að hemja mikla einkaneyslu. Hluti af þjóðinni hefur upplifað gríðarlega kaupmáttaraukningu og launahækkanir og þrátt fyrir mjög hátt vaxtastig þá hefur Seðlabankanum ekki tekist að hemja þessa einkaneyslu, kannski bara eiginlega fyrir núna. Við erum að sjá það bara á síðustu vikum og mánuðum að kortaveltan að draga saman. Það voru á bara gríðarlega aukning á fjölda utanlandsferða á milli ára, þrátt fyrir öll þessi þetta háa vaxtastig og allt þetta. Og þeir sem eru með verðstöðuleikana á herðunum eru lágtekjufólkið því miður. Þetta bitnar mest á þeim. Og það ekki viðunandi ástand en heildarmyndin svo miklu stærri og flóknari. Við erum með lög sjálfstæðan Seðlabanka. Hann hefur eins og stendur þetta markmið honum ætlað að reyna að ná þessu verðbólgumarkmiði sem ég sem sagði á hann ekki náð í 6 ár og svo hefur hann þessi tæki og tól sem lögin skamt honum sem geta verið alls konar kvaðir á banka, geta verið kvaðir á lántakendur. Hann hefur líka önnur tæki og tól sem hann beitir aldrei. Já, og svo erum við þetta með þá stöðu að við erum sífellt að elta skottið á okkur varðandi annars vegar verðhækkanir og hins vegar launahækkanir. Það að segja að við erum að hækka launin til þess að eiga fyrir verðinu og við erum að hækka verðið til þess að eiga fyrir laununum. Þannig að þetta eru vandamál á fleiri stöðum en bara í fyrirkomulega Seðlabankanum. Við höfum reynt nokkra leiðir með Seðlabankan að stýra efnahagskerfinu okkar eða peningastjórninni. Við vorum með fljótandi krónu eftir hrun, það fór nú ekki vel. Við vorum með annar fyrirkomulega sem var tekið upp eftir þjóðarsáttina sem virkaði tíma en svo bara þótti það ekki nógu mikið frelsi í því sem var svona fastgengnistefna. Þannig að í enda dags snýst þetta alltaf rosalega mikið hjá mér blessaðan gjaldmiðil. Og það var nú ástæðan fyrir því að við settumst niður, skiljum. Það
allt annað eru plástrar. Það eru allir að reyna að gera sitt besta, að reyna að láta þetta allt saman gangu upp og við eigum þetta tímabil sem eru mjög arðbær fyrir samfélagið. Þú veist, það er alveg þannig. Við höfum tekið út hérna mikla kaupmáttaraukningu langt umfram nágrannaþjóðir okkur á undanförnum árum. Núna finnst mér verkefni vera það að verja þá kaupmáttaraukningu, ekki í krónum og aurum, heldur raunveruleika, það er að segja að við verjum það sem við fáum fyrir peningan okkar og ég held að minnst að kosti ein leið og að mínum mati svo eftirsóknarverðasta til þess að gera það er það að fara í þetta ferli að segja já í ágúst og fara í samningaviðræður til þess að ganga í Evrópusambandið. Já. Klemma okkar er svo að á sama tíma og ég tek undir hvert einasta orð sem þú segir að mjög stór hluti íslensku þjóðarinnar hefur það mjög gott og þarf ekki að láta stýrivaxta breytingar Seðlabanka segja sig fyrir verkum. Því miður getur maður kannski sagt. En á sama tíma sá hópur er mjög stór. Erum við að verða vitni að svo mikilli efnahagslegri stéttaskiptingu þegar kemur á húsnæðismarkaðinum að fasteignasalar segja bara sjálfir að þeir þekki varla nokkur dæmi lengur það að ungir húsnæðiskaupendur kaupi sér íbúðir án stuðnings frá foreldrum eða einhvers konar ætting. Við sjáum þetta bara í tölum, til dæmis varandi fyrirframgreiðslu arfs. Og við höfum náttúrulega líka að lifa kannski þannig tímabil að mér sé þegar ég var ungur og enn lengra síðan þegar þú varst yngri, þá var ekki rosalega algengt að miklar eignir væri að flytjast á milli kynslóða. Nei. Þú veist, það var ekki þannig að, þú veist, þetta voru kannski einhverjir munir og eitthvað svona smá, kannski, eitthvað húsnæði sem var þetta ekki á neinum skala eins og það í dag var þetta verð. Núna eru svo miklar eignir, kannski í fyrsta sinn á undanförnum árum að flytjast dálítið almennt á milli kynslóða. Og það gerir það að verkum. Það er svona millistéttin og efri millistéttin á miklu meira af eignum en hún átti áður. Sérstaklega vegna þess að húsnæðisverð hækkar svo mikið að raunvirði á Íslandi, mest á raunvirði í allri Evrópu á undanförnum árum. Og það veitt mörgum tækifæri til þess að hjálpa börnunum sínum, en það hefur líka þau áhrif að það hækkar húsnæðisverði. Þetta hitar markaðinn, þetta býtur ekki á þá þessar hraðarhindrun. Ég man alveg eftir fyrir nokkrum árum þegar Seðlabankastjóri vann sig það til fræðar að tala tásumyndirnar á tenni. Já, sem var ekki gott stönd hjá hann. Þá sagði hann líka annað sem var svona líka gagnrýnt á þeim tíma, en kannski ekki lifa jafn lengi, og það var það að yngra fólk þyrfti einfaldlega bara býti það svo úr epli, ég manni hvernig hann orðaði það nákvæmlega, að þetta búa lengur heima hjá foreldrum sínum. Og þá gerist það að það eru þetta fullt af foreldrum sem geta bara leyst hann vanda fyrir börnin sín. En það geta ekki allir. Nei. Og þar býr til þessa stéttaskiptingu sem þú ert að tala og í ofanálag eru þetta líka að búa við það að hinga það flutt alveg ógrynni fólks erlendis frá til þess að starfa sem eru langstast miklu meira leiti inn á leigumarkaði og án eigna. 31%. Já. Og það fólk auðvitað er líka fast í þessar stöðu því að það er ekki að fara að fá neitt fyrirframgreiddan arf eða aðstoð frá ættingjum með öðrum niðjum til þess að koma sér inn á eignarmarkað með húsnæði. Þannig að það er þá líka hópur, risastór hópur, 20.000 manna sem verður dálítið skilin eftir í þessu, og þetta er mjög miður vegna þess að það besta við Ísland er það þegar við stöndum saman og það er ekki að gliðna á milli okkar, heldur erum að færa saman í sömu átt. Og þetta ástand sem er núna á húsnæðismarkaði, það þrátt fyrir þetta hefur verið gripið til margra aðgerða núna á undanförnum mánuðum til þess að reyna að mæta þessu, en þetta ástand núna eins og það hefur verið í lengri tíma, það lætur okkur gliðna frekar en að festa okkur saman. Og þú sagðir jafnvel fyrir þér að aðelda ESB ef okkur tækst að koma böndum á þessi mál sem við erum að ræða með krítiskum hætti, að það geti þá aftur minnkað stéttabilið, við efnahagslega stéttabil. Ég hef trú á því að það yrði til jöfnuðar að ganga inn í ESB. Ég held að fyrirkomulagið þar sé þess eðlis. Ég held að, eins og við fórum hérna yfir áðan, ég held að þetta muni svona losa krumluna dálítið á valdakerfinu sem er hérna með samfélagið dálítið í sinni hendi og
fyrir viki geta læst út líka alls konar kraft á tækifæri fyrir fólk til þess að verða sinn eigin gæfismiður og farið inn í geira sem eru kannski mjög erfitt að komast inn í dag, laðað erlenda fjárfestingu og annað slíkt og að allt þetta muni skila okkur heilbrigðara og jafnara samfélagi en það sem við erum kannski búin að vera að sjá að myndast hérna sérstaklega í tíð þeirra ríkisstjórnar sem sátu hérna frá 2013 og út árið 2024. Ljómandi, kæra þakki fyrir komin á Þórir Snær Júlíusson og við höldum áfram, kæru hlustendur, ekki fara langt. Ég held að við ætlum næst að skyggnast yfir í heim einhverfra kvenna. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Já, nú ætlum við að tala einhverfar konur og kannski fúla karla ef tími vinnst til. Hérna komin Vigdís M. Jónsdóttir, sálfræðingur. Velkomin. Takk. Ég fékk þig að því að þú skrifaði grein á Vísi sem að ég veit að fór víða einhverjar konur og þú skrifaðir eins og þetta væri svona falin hópur. Við þekkjum það úr heilbrigðiskerfinu að það verið þurra svona miðað köllum og svona. Já. Það virkilega þannig í sambandi við einhverfu að við sjáum fyrir okkur einhverja kalla og konunar dingla svo þarna og passa kannski ekki inn í þá svona, ég veit ekki hvað það sem boðið upp á. Algjörlega. Og eins og ég skrifaði í greininni þá er svona frekar stór ástæða fyrir þessu þessi hæfileiki kvenna á einhver rófi að hylja einkenni sín og aðra í samskiptum kannski að að þær eru virðast vera bæði líffræðilega þannig víraðar að þær hafa þennan hæfileika. Margar hverjar á ekkert alltaf við eða allar einhverja konur en já, það er svona líffræðilegar ástæður og síðan á hinn bóginn er þetta líka svona félagslega mótað, að allar konur eru svona það er ýtt undir það að við séum þægilegar og við hugsum aðra, eigum að vera í svona þessari umönnun og hugað þörfum annara, tilfinningum og fleira. Þannig að þessar konur... eru einhverjir góðir í því? Já, konurnar og sumi kallar á einhverju og við virðast hafa þennan þessa eiginleika að geta greint samskipti en eru náttúrulega ekki þannig sjálf. Vilja eru það er eðlislegra fyrir þeim að hafa öðruvísi samskipti sem maker sense fyrir einhverfa þegar þeir tala saman. En hins vegar þegar maður þarf að ræða við einhvern sem er taugatípískur þá eru svona óskrifaðar samskiptareglur og svona ákveðin háttur á samskiptum sem að oft einkennist af, að maður þarf að lesa á milli línana. Man er ekki kannski sagt nákvæmlega það sem maður þarf að vita, heldur þarf maður einhvern veginn að skynja það og fólk er ofta ekki að segja það sem það meinar, það er ekki heiðarlegt, það kemur sér ekki alveg að efninu, þarf fyrst einhvern veginn að chit-chatta og það er mikil merking sem liggur undir línunum og svona í samskiptum óeinhverfra. Já, og típískir eða óeinhverfir, þeir vilja líka sykurhúða
þú veist, það er einhvern veginn ekki mjög svona skilvirkur máti að hafa samskipti á að mati einhverjara. Og ég mér finnst þetta ákveði vandamál út frá því hvað þetta tekur mikla orku frá konunum sem eru einhverfar, að maður þarf að hafa mjög mikið fyrir því að fara inn í svona samskipti og það sem að Það sem þetta leika samskipti óeinhver. Já, og þetta er ekki leikur, þú veist, sem að ég myndi segja að þú veist þetta sé einhver óheiðarleiki eða svoleiðis, þetta er meira svona þessi tilhneiging að vilja passa inn og vera ekki fyrir aðkasti að vera eins og við gerum náttúrulega linnulaust í mismunandi hópum. Algjörlega. Við tölum öðruvísi þegar við sækja lán í bankanum eða þegar við förum á leikskólan og sækja barnið. Absolutt. Og ég er ekki að segja sko að þetta sé endilega neikvætt alltaf, þú veist, auðvitað þurfa einhverfi líka, þú veist, að læra hvernig, þú veist, á að tala við taugatýpíska. En vandamáli snýr svolítið að því að ábyrgðin liggur öll hjá þeim. Og mér finnst kannski eðlilegra Þið aðlaðast okkur. Já, og mér finnst kannski eðlilegra ef að þú veist það væri á báða bóa og það er kannski svolítið, já, hluti af tilganginum sem að ég hafði svona í huga með því að skrifa þessa grein. Og þú ert að halda þig fram, eða ekki, að kallanir einhverfu hafa svona næstu því viðurkennt pláss sem að þeir hafa. En konunum bara alls ekki. Þú veist, við veitum ekki hvað að gera við einhverja konu. Nei, og þú veist, við vitum hvað er gert við þær ef að þær eru ekki að aðlaga sig svona mikið. Þú ert einhvern veginn bara kannski, þú veist, ef að þú ert heiðarleg og segir það sem þarf að segja og segir hlutina bara beint út, segir nei, innan ekki að koma því mér langar það ekki eða þú veist, eitthvað sem maður er ekki að ljúga. Og sko á vinnustöðum til dæmis þá myndi maður bara vera tussa eða erfið eða þú veist ég er ekki að vera eins og samfélagi vill að ég sé. Og við þolum að karlar séu leiðilegir. Já. En við þolum ekki að konan sé það. Já. Það fórst leiðileg með öllum gæsalöfnum. Já, það er einhvern veginn þannig og sko vandamáli að því ég segi þú veist þetta sé ósýnilegt það er í raun þríþætt sko í fyrsta lagi þá er kerfið ekki að grípa þetta er náttúrulega líka sprettur upp frá því að það var ekkit verið að rannsaka þessi einkenni eða hvernig birtingamyndin er hjá stelpum og konum og greiningaskilmörkin eru skrifuð út frá rannsóknum á drengjum og Býtum á ég aðeins, af hverju heldur það sé? Er það vegna þess að einhverfir strákar voru svona erfiðir að við verðum að finna einhverja leið til að segja við á en við sáum ekki stelpunar af því þær voru leiknar í því að fela þetta. Algjörlega. Eða fela. Já, algjörlega. Og einmitt að þær sko hafa þennan hæfileika og tilhneigingu til þess að læra þetta alveg frá unga aldri að þú veist ég þarf að breyta mér og ég þarf að sko greina samskiptin og vita herma eftir öðrum stelpum hvernig þær eru að haga sér til þess að ég verð ekki út undan eða verð fyrir einelti og þetta sko þú veist kemur ofta ekkit fram fyrir svona þær eru það byrjil kannski 8 ára þá fara samskiptin að svona verða flóknari vinahóparnir sko þú veist það verður einhver svona pólitík í þeim, þú veist það verður til einhver hierarkía sem að einhverjum stelpum finnst bara ekkit make a sense. Stundum er sagt að stelpunahóparnir séu miklu erfiðari, miklu meira goggað hvort í aðra. Já, þær eru að slúðra og svona miskunnarlausar. Já. Strákarnir eru svona nuppar og Já, það er einfaldara, þú veist, þeir samt, já, eru kannski svona einhvern veginn, já, það er minna drama ef við getum sagt. Það er einfaldari, sko. Við getum bara látið strák líða vel með því að sína fótbolt og gjónum bjór. En einhverju stelpunar, þær sko eru þægilegar eins og þú segir, þú veist, stelpa sem er hljóðlát í tímum og
les mikið og er bara afburða námsmaður og er ekki erfið. Hún alltaf vekur ekki athygli kennarana og svo er samfara þessu sko að hún veit ekki að það er ekki eðlilegt að verða svona þreytt eftir samskipti, að þurfa að undirbúa sig, að minna sig á að halda augnsambandi, vera með viðeigandi svipbrigði, og ofhugsa samskiptin eftir á býtu, sagði ég ekki örugglega það sem að viðeigandi, tala ég og mikið, tala ég og lítið, greip ég mikið fram í, enda ég samtali á réttum tíma. Þetta er þrjá ritstjóra í hausnum. Já, og svona þessi tilfinning að vera alltaf 2 skrefum eftir á því þú ert alltaf að þýða yfir í annað tungumál, hvað er þess að meina? Til ekki alveg þessum heimi? Nei, já. Herðu, mér er gaman að sitta hérna og reyna að skilja eitthvað sem ég vissi ekki áður og ég veit voða lítið einhverju. Svona, hvað er margir með einhverju? Sko, ég vil segja 1-2%, ég man ekki alveg töluna, en ég held að það sé miklu meira. Það er þetta hlutfall sem ég nefni 4 á móti 1, 4 strákar á móti 1 stelpu, sem að síðar, núna bara nýlega, það er ekkert mörg ár síðan sem að var gerð rannsókn þar sem að voru notuð, var verið að nota einkenni eða birtingamynd hvernig stelpur eru á einhverrófi og þá var hlutfallið nær 2 móti 1 og jafnvel ennþá lægra. Og ef við setjum þetta, já, ef við setjum þetta í samhengi, við Ísland, þá eru kannski 1000 kvenna á einhverrófi sem vita það ekki eða eru ekki greindar út af því að greiningarskilmerkin og greiningaraðilar eru náttúrulega miklu meira þjálfaðir í því að skynja hvernig strákarnir eru. Og svo líka einhverjir strákar sem eru einhverju á þess að vita það. Já, algjörlega. Getur verið. Ég er svo gamall að stundum verður ég hissa því að svona fólk á mínum aldri og það er að fá svona alls konar greiningar. Allt í einu fólk 60 er komið ADHD og eitthvað þar á einhverju rófinu og eitthvað sem maður tengir svona við að hefði kannski gagnast til greiningar þegar það var yngra. Algjörlega. Er það ekki þannig? Algjörlega. Og það er líka svona... Ég er að hugsa býta allir ég sé einhverju. Mögulega, það getur komið til mín. Ertu í því að greina? Ég er ekki í því að greina. Ég er að skima, og ég kann að greina, ég hef ekki gert það. Mér skemmtilega að vera í þessari meðferðavinnu. En segjum þessi ykkur að hlusta á okkur sem að kannast við það hvað sem er kallaða kona, kannski sérstaklega kona. Og hringir ykkur í bjöllu sem þú ert að lýsa áðan að ég er búin að eiga ykkur samskiptum og ég er að fara yfir þau og ég er bara að undirbúa mig áður en ég fór í það og mér finnst ég aldrei almennilega fitta svona inn í þetta frjálsa flæði sem að annað fólk virðist hafa tök á. Hvað er ekki það? Sko, lesa þið til fyrir það fyrsta. Já, eða allavega að skoða svona góða sorsa. Það er sem fólk gerir, það er bara googlar. Það googlar, ChatGPT og allt það, en mikilvægt síðan að finna stuðning og það er hægt að fara til sálfræðings. Mikilvægt að svona ganga úr skugga það meðferðaraðilinn sé með þetta á hreinu, þessa birtingamynd, þannig að þú þurfir ekki að fara á marga staði og eyða fullt af pening þannig til þú finnur þann sem að virkilega skilur þig og trúir þér. Mér finnst, mín svona klíníska reynsla er að það er marga konur að koma og eru búin að fara, víða og búin að vera hjá sálfræðingi sem voru litlar og og fatta síðan á einhverjum tímapunkti mögulega er ég einhverf og hafa kannski nefnda og viðkomandi fagaðili hefur sagt nei, þú ert svo góð í samskiptum og nei, það getur ekki verið og þá, er það náttúrulega skaðlegt og ég vil meina það. Þá áttu við að það hefur verið að segja að það verið svona bara svo góð í því að fela þetta.
Já, og það er það sem að velferðaraðilinn sá. Akkurat og þá er ekki spurðar frekari spurningar og þá er einhvern veginn verið að loka bara á þetta og ef þú ert óviss þá kannski trúir því frekar að meðferðaraðilinn viti betur en þú á meðan ég geng alltaf út frá því að fólk sé sérfræðingar í sjálfu sér þannig að ef einhver kemur og segir mig grunar ég sé umhverfrófi þá er það yfirleitt rétt. Þú ert svona eins og í MeToo, þú trúir þolandanum, þú trúir sjúklingum. Já, að sjálfsögðu. Er ómögulegt að ykkur segi ég er bara á einhverjum og bara hann er það ekki? Ég hef aldrei lent í því. Líka vegna þess, ég meina mér finnst eitthvað svo skrítið við það að leita til sálfræðings og þú veist það er enginn sem einhvern veginn vill vera einhverfur þegar hann er það ekki og er að leita sér aðstoðar vegna einhverfu einkenna sem hann tekur sjálft eftir og er ekki með þau, skilurðu, þannig að... Ekki möguleik að ég fer til sálfræðings vegna þess að ég er einmanna og mér gengur illa að eiga samskipti við annað og ég er til að borga þér þessa 10.000 skalla til þess að hlusta á mig. Sumir fer til læknis á einmanna líka, gamalt fólk. Algjörlega, en þú myndir kannski segja að þú veist ég er einmanna en þú varir ekkert eitthvað að heyrðu ég er örugglega eða svona mögulega á einhverrófi. Kannski er það að vera einhverfur viðurkennt eitthvað liti, en einmanna er bara við á nótt í það með að viðurkenna það. Því það er bara litið á að það sé bara svo mikill persónulegur veikleiki að fólk gengst ekki við því, sko. Er það? Ég veit ekki, ég spyr. Er það þín kynslóð sem finnst það? Ég er með bara datta við. Já, mér finnst það vera kannski bara mörgum sem að finnst það bara meika sens að þessi einhverfir. Þú veist, við erum náttúrulega meira í samskiptum á netinu kannski og erum meira svona á yfirborðinu heldur en áður, sko. Og þessi viðurkennt, þessi einmanna leiki sem að því fylgir. Já. Að fólk gengst við honum. Já. Og fólk er að reyna að finna lausn á honum. Já, en það fylgir því óhjákvæmlega eins og nafnir kannski mikil skömm líka. En mér finnst fólk yfirleitt ekki feimið við að segja mér, ég er bara svo einmanna, skilurðu. En það er kannski öðruvísi að segja sálfræðingi heldur en vinum sínum, eða þú veist mömmu sinni eða hverjum sem er. Já. Það er trúnaðu þar og ekki upptak í gangi. Nei, það er svolítið öðruvísi samtal. Já. En ég ætla að finna eitthvað leið til þess að fjalla meira einmannalega. Ég finn það bara þegar við verum að tala saman að þetta er svona efni sem við ættum að fjalla miklu meirum. Algjörlega. Og er svona farsótt í okkar tíma. En ef að ég kem til þín sem kona og þú segir, þú ert bara einhver og við alltaf verið það og það er svona kannski svona stærsti vandinn í þínu lífi, í svona samskiptu þínu við annað fólk og hvað getur gert? Þú getur ekki skorið í burtu eins og skurðlæknir eða hvað er að gera við þetta? Nei, Hverju er ég betur settur með að fá stimpilinn frá þér? Við erum náttúrulega aldrei að segja, við ætlum að lækna þess að einhverfu. Þú veist, þetta er bara eins og þú ert. Mér finnst best að byrja þess að vinna á sjálfsþekkingu. Bara, þú veist, lesum okkur til og segðu mér hvað þú tengir við. Það er engin einhver manneskja eins og næsta manneskja. Næsta einhverja manneskja, þannig að við viljum skilja hana betur og út af þessari tilhneigingu að vera alltaf að breyta sér þá oft veit konan ekki hvernig hún væri ef hún myndi sleppa því. Þú veist, hverju hún hefur áhuga og hvað þarfir hún hefur af því það fylgir einhverjunni oft það sem kallast alexithymia sem er þessir erfiðleikar með að skynja eigin tilfinningar og geta nefnt þær á nafn líka svona slow processing þar þú ert lengi að vinna úr tilfinningunum þínum þannig að þú fattar að kannski nokkrum dögum seinna hvernig þér leið í ákveðnum samskiptum með aðstæðum. Þannig að það er næsta skref að læra betur að þekkja tilfinningarna, hvað heita þær. Læra að lifa sem einhverjur, ekki losna við það. Algjörlega. En svo er stóðstu vandinn sem að þú varst að lýsa er að hvernig tekið á mér í heimi óeinhverfa?
hvernig er tekið á mér, eða tekið við mér já, í heimi og stærsti vandi minn er ekki hvernig ég er nei. Heldur ég er á hjólastólu, ég kennst ekki upp tröppunar. Já, mjög vel orðað sko. Og það er svona tilgangurinn með því að vekja athygli á þessu. Það er miklu auðveldara fyrir óeinhverfa að aðlaga sig og setja sig í spor annarra og það svona meikar ekki alveg sans fyrir mér, að þessi ábyrgð einhvern veginn vörpuð yfir á hinn aðilann sem að vantar stuðning og ef að við myndum fræðast aðeins meira, við viljum auðvitað búa til samfélag þar sem er auðvelt fyrir allar taugagerðir að lifa. Við græðum miklu meira á því og ég hugsa núna undanfarið mjög mikið vinnustaði og hvað, og mér finnst þetta mjög lítið rætt, þar að segja kostina sem fylgja því að vera einhverfur. Til dæmis inn á vinnustöðum, þeir eru oft langbestu starfsmennir, skilvirkastir, ef að þeir fá ákveðna aðlögun, þar að segja aðstæður sem að skapa svona, kjör aðstæður fyrir þá til að vinna. Og hangi ekki yfir vaskælinum í spjalli. Já, það er ekki bara hvað það segir og eitthvað svona. Heldur þurfa stjórnendur að átta sig á því að það þarf, næði, helst lítið, bara rými, bara loka skrifstofu, ekki þessa flúorlýsingu. Þessar opnu skrifstofur sem voru í tísku. Þetta er bara hræðilegt, en og að horfa á starfsmannin út frá því að taka eftir hverju er þessi manneskja góð í og reyna að stýra og gefa henni verkefni sem að henta henni. Það mun skila af sér mestu afköstunum og við erum alltaf að hugsa það sem kapitalist samfélag og átta sig á því einhverjir eru til dæmis mjög góðir í að greina mynstur að sjá samhengi í kaotískri stöðu. Já, í gögnum, í hegðun viðskiptavina og fleira og líka mjög næmir á smáatriði. Þannig að þeir geta tekið eftir einhverju villum eða óskilvirkum ferlum og ef að þeir fá að vera eins og þeir eru þá munu þeir líka að segja það af því þeir eru hreinskilnir, þeir ljúga ekki, þeir reyna ekki að stytta sér leiðir. Þeir vinna verkefnin og klára þau, þeim líður illa ef þau gera það ekki og eins og ég var að tala áðan með stelpunar sem að þessi hierarkía meikar ekki sens fyrir þeim í vinahópum, það meikar heldur ekki sens inn á vinnustað af því þú hugsa bara, sé hérna eitthvað sem stjórnandinn verður að vita og alveg sama hvort það sé forstjórinn eða einhver annar starfsmaður, þú þarft að vita eitthvað þannig að fyrirtækinu gengur betur eða verkefnið gengur betur fyrir sig að ef að það er opið fyrir það að eiga þannig samskipti þá auðvitað græður á því sem stjórnandi í fyrirtæki. Það er bara í allir sem að vinna í þessu fyrirtæki sem þú ert að lýsa. Margir vinna í fyrirtækinu það sem er svona félagslegt, ég er svolítið olbúa mig áfram og komast upp og sleikja forstjóran og þetta gengst svona mikið út á það, allir hlæja honum og nema eitt sem er einhver. Já, algjörlega og þú veist, þeir eru mun ólíklegri til að detti svona einmitt þetta groupthink. Þú veist að bara já. Það var þetta engin einhverjur alltaf fyrir raun í bankaráðurum. Það var allir í partí, allir saman í laxveiði og saman á fyllirífum. Og heyra það sem er þægilegt og einmitt bara hvað ég er æðislegur og hvað var ég að fara að segja, já, að vera ekki jámanneskja er svo gagnlegt og einhverju líka miklu minna bæjast, rannsóknir sína það, þeir byggja niðurstöðu sínar á staðreyndum og lógík og miklu síður tilfinningum eða. En þetta ætti að vera svona, ég meina allir þessi mannauðs stjórar og fleira, ættu að vera
búa fyrirtæki til þannig að hver myndi njóta sína. Það ekki þannig. Langstæstu leyti eru kröfur fyrirtæki sem að þú bara fyttir inn í eitthvað fyrirfram ákveði bóks og það engin forstjóri sem að segja, heyrðu, nú vantar okkur að neymenn. Það ekki þannig, sko. Nei, það alls ekki þannig. Við viljum fá fleiri jámenn. Getur ekki einni viðbót. Algjörlega, og sko að því að undanfarin ár hefur fólk verið eitthvað svona að furða sig á því og gera lítið úr þessari sko bylgju af fólki í kulnun og ég vil segja sko að vinnustaður, svona hinn típiski vinnustaður bara að framleiða starfsmenn í kulnun á færibandi. Þú veist, það ekki bara það sem einhverju þurfa sem gagnlegt fyrir þá, heldur líka bara hinn almenna starfsmann sem ekki einhverfur. Þú veist, það þægilega að vera inn á skrifstofu, það betra að vera ekki inn á endalausum fundum sem eru óskilvirkir og engin fundadagskrá og það sé sko meiri fyrirsjánleiki, skriflega leiðbenningar og skýrar væntingar. Þetta mjög gott fyrir einhvern sem einhverju en líka fyrir alla hina. Þannig að mér finnst þetta bara svona En ekki hægt við að þessi heimur sem þú ert að lýsa og eins og þetta ætti að vera það sem hinnum einhverfa líður betur. Að það sé svona jaðri við að vera svona bara eins og gervigrind. Hvað meinarðu? Bara búið að smætta einhvern veginn heiminn, það ekki mannalegt í þessu lengur. Þetta bara eins og vel geti allt eins gert þetta. Ég skil ekki spurninguna. Að ef að við skilgreinum verkefnin og ítum í burtu öllu þessu félagslega sem að, ég meina, við erum hópdýr, við erum alin upp við varðeldin í einhverjum hellum og við erum líka stóruleiti, ég þori alltaf að segja það, ég segi við börnum mín að 85% af þér á milli þín og annars fólks. Þess að sára lítið þannig inn í þér. Algjörlega. Og það það sem þú þarft að rækta og byggja upp. Algjörlega. En þegar þú ert að lýsa þessu þá ertu eiginlega svona fara með þetta niður í svona eitthvað eins og að kalla Excel-skjal. Sko ég held að þú sért að miskilja, þú ert að nefna tvennt, sko, þú ert að nefna, þú ert að biðja of mikinn svona fyrirsjánleika og eitthvað svona mekanískt. Og síðan ertu að nefna svona þörfina fyrir að vera í samfélagi manna og vera saman og vinna saman. Og þetta líka þörf þeirra sem eru einhverjir og fá þessar þarfir uppfylltar með öðrum einhverjum af því að samskiptin make a sense á milli þeirra og taugatípiskir skilja hvern annan miklu betur en síðan ef við krossum yfir og setjum einhverjum og einn sem ekki einhverfur þá eru báðir aðilar, þú veist, það stangast á þessi samskiptastíl. Þannig að þetta svona double empathy problem eins og það kallað, þú veist, að þeir skilja ekki hvern annan og geta einhvern veginn ekki náð saman nema það sem hefur sögulega verið krafa að einhverfi aðilinn einstaklingurinn að, sko, hann þarf að laga sig og greiningarskilmerkin, þú veist, þetta vandamál út af því að það taugatípist fólk sem að skrifa þessi greiningarskilmerki. Það þeir sem að segja, heyrðu, hann ekki eins og við. Þetta minn heimur. Þetta minn heimur og þú átt að fitta inn í okkar. Þetta svo múslimi og miðflokksmaður að rífast. Já, og við sjáum það, þú veist, það engin samskipta erfiðleikar ef þú ert með einhverjum öðrum sem einhverfur og þú veist, það engin tilviljun fyrir að einhverfir eru, þú veist, saman í vinuhópum. Þú veist, það meika bara sens. Þú myndir ráðleggja ef ég kemur til þín ung einhver stúlka að þá myndir segja við mig fyndu bara vinkonur sem líka einhverjar. Hún oft búin að því, þú veist, á kannski bara eina góða vinkonu sem líka einhver. Þannig að það oft þannig. Að sumu leyti finnst mér þetta vera að segja að við þurfum bara að tala eins meira þetta. Já, algjörlega. Af þessu. Og það að stæðstu leyti mun það bara bæta þetta því að þetta ekkert vesen í sjálfum sér. Nei, þetta ekkert vesen og þetta ekki dýrt, þú veist, að laga svona umhverfið að öðrum taugagerðum, þú veist, það ekki dýrt að vera ekki að lýsa öll rými með flúorlýsingu, það ekki dýrt að fræða leikskólakennara og þessa birtingamynd. Veist, það sem dýrt það sem við erum að gera núna. Það
mjög dýrt að borga örorkubætur í 40 ár fyrir einhvern sem að ef hann hefði fengið aðstoð í æsku og skilning frá umhverfinu og svona þessa aðlögun, þá margt af því sem ég að gera núna með konum sem koma algjör óþarfi, þú veist. En ertu ekki að lýsa þeim sem eru svona á rófinu, svona létt einhverjir, en svo eru sumir sem eru bara alvarlega einhverjir. Já. Og það kannski gildir ekki alveg það sem við erum búin að vera að tala um. Nei, einmitt. Það algjörlega rétt og þeir hafa miklu meiri stuðningsþarfir en eru aftur á móti líka miklu augljósari, þú veist, það kannski gripið fyrr inn þar þannig að, já, en varðandi þetta er eitt í hug sem langar að ræða, sem eru þessi stuðningsþarfir að greiningin er gerð og síðan ákveðið, þú veist, það fylgir einhverju greiningunni level 1, 2 eða 3 sem vísar í, ok, ef þú ert á level 1 þá ertu með stuðningsþörf, þið vantar sálfræðing og smá aðlögun. Svo level 2 þið vantar verulegan stuðning og svo 3 mjög mikinn stuðning. Og það sem að gerist að yfirleitt ef að konur eru greindar yfir höfuð sem að ég lýsa svona, sem eru góðir í að maska einkenni sín, þær fá yfirleitt alltaf bara level 1 sem að endurspeglar ekki endilega stuðningsþörfina út af því að þær eru svo mikið að erfiða við að gera þetta allt sjálfar, skilur, og virðast vera hæfar, skilur, til þess að bera þetta einar. Þangað til að bara allt brestur og þær fari í einhverju kulnun, En ómeðhendluð einhverja, versnar hún? Ef að má nota þetta, ég veit það. Já, einhverjur einstaklingur sem að fær ekki stuðning. Versnar, ég myndi segja að getan til þess að vera hylja svona. Að lifa einhverfur í samfélaginu? Já. Hún Hún hrekur mig í verri og verri stöðu. Já. Já, ég skil þig. Og djúp einhverju kulnun, með henni kemur færnitap, þú veist, margir geta ekki lengur fundið orðin sín. Þeir verða bara mjút bara í kannski lengri tíma, geta ekki lengur lesið, geta ekki gert hluti sem áður voru bara allt í lagi. Skínúrvinnslan verður ennþá næmari. Þannig að öll ljós eru bara yfirþyrmandi og já, þannig að það og þessi geta til að hylja þetta, hún fer bara. Þannig að sumar konur hafa verið að koma upplifa svona, eða segja svona, já, heyrðu, mér finnst því bara allt í einu vera svo einhverf, en það oftast merki að hún bara komin í svo mikla kulnun og hún getur ekki lengur manað þetta. Það er að vera í kulnun á þess að vera einhverjur. Hvað segirðu? Það er að vera í kulnun á þess að vera einhverjur. Fólk heldur að það sé einhverjus einkenni. Ertu að tala þá sem eru bara ekki einhverjir? Eða þeir sem eru einhverjir? Og vita það ekki og fara í kulnun sem í raun þá koma einkennin meira fram. Já. Það áttast ekki á því að kulnunin sem að... Akkurat. Þú talar svo mikið ljós að ég fór allir ljósa hvað ég var einhverjur, við svo gott að sita svo í rökkrinu. Ég held að þetta væri bara nostalgíst að því að mamma vildi hafa svona rökkur. Er þetta eitthvað einhverjus engin? Nei. Já, þú veist, í blandi við annað. Þegar myrkri kemur aftur á haustin, þetta er alveg dásamlegur tími. Já, en þú veist, það er bara svona almennt skínúrvinnsla, þú veist, sem svona mjög næm. Þú veist, að þóla ekki fara í kringluna og það mikið áreiti. Ég þóla ekki fara í kringluna. Nei. Ég geti verið þar í svona 11 mínútur. Max. 12 mínútur er ég bara að leita útgönguleið. Já. Og þetta, börnum mínu veit þetta, hún er ekki að fara með mig. En ég held þetta væri út af öðrum, ég held þetta væri út af flogaveikinu og öðru slíku.
Já, og ég þessi flogaveiki er mjög viðkvæm fyrir ljósum. Algjörlega, og þetta sko blanda sko af ákveðnum þáttum sem ég sé, það einhverfa... Og svo eitthvað hljóðin inni, það hljóð sem eru bara líka í þessi svo krónin út á Granda sem að minnst ágætis búð. Hljóðin að inni þannig ég bara get ekki verið þar nema í svona 11 mínútur. Já, ok, áhugavert. Þetta svona eitthvað sem að þú þarft kannski að skoða með sjálf þér, ég veit það ekki, en af því þú nefnir flogaveiki, þú veist, þetta oft sko einhverfa pluss flogaveiki, margir með mígreni, vefjagigt, magavandamál, þannig að þetta alveg stærra svona, já, svona græni munstur í þessu sko. Sem þá einkenni og sjúkdómar sem að spretta af einhverjunni? Eða hvað? Já, eða sko bara eitthvað svona flétta sem við veitum ekki alveg hvernig það saman. Já, ég myndi segja það og sko vefjagigtin finnst mér kannski held ég eftir að lesa mig betur til það en sko út frá því að ganga svona mikið á sig alltaf, þú veist, að líkaminn fer að segja stopp, þú veist, segðu nei, þú getur ekki meira orkan okkar búin og ég ætla bara að stoppa fyrir þig. Þannig að meðvirknin svona samofin einhverjunni hjá frekar konum en körlum af því að þú veist, þetta elur bara af sér, þú veist, þessar væntingar þú veist, alltaf eitthvað, ég meina konur einhvern veginn alltaf að vera til staðar fyrir aðra og gera fyrir aðra og svo ofan á það ertu að einhvern veginn að fela þína eðlislegu þarfir og þá sko meðvirknin svo mikil að vinnan sem fyrir í að vinda ofan að henni erfiða því að þú veist hún búin að vera svo lengi til staðar og svo þessi ótti sem bætist ofan á sem óttin við að verða fyrir aðkasti að því að ég segi mér að nei eða að biðja hluti að segja kannski í þessi einhverf og ósýnileikin líka út af því að þær þora ekki að koma fram og segja, heyrðu, ég einhverf kannski við vinnuveitandan af því þá stemningin svona ok, hún að fara að vera með vesen þessi, þú veist, í staðin fyrir að horfa á það sem ég var að nefna mjög mikilvægt að tala eru þessi kostir. Minnist það getur líka verið mjög miskullausir að þau eru allir að fitta í sama boxið og mikið svona goggað og ef að allir vil ekki koma í, hvað heitir þetta, svona ferðir, sigla niður flúðir eða eitthvað, berja saman hausinn, einhverju hljóta ekki að fíla það. Nei, það er bara hræðilegt, hræðilegt, svona hópefli. Já. Þegar nýji fósturinn kemur með það, þá fær hinn einhverju kvíðan út. 100%. Þeim aðeins varðandi meðvirkni kvenna, áttu við að allar konur eru þröngvar í það að vera svolítið meðvirkar. Og það fyrir ykkur svona mikil pláss af bara sálarlífinu og innra lífinu og orkunni minni. En ef ég einhver kona, þá tekur það alveg þetta pláss og þá hef ég náttúrulega minni möguleika, minna svæði sem að verða það sem að ég vil helst vera eða gera það sem ég geri þetta virkar þannig. Þess vegna virkar, sé enga mun en ég sé raunverulega ekki hvað einhverfa meðvirkakonan að fórna miklu. Nei. Einmitt, og þær eru náttúrulega hvattar til þess að vera ekkert að tala það, þú veist, ekki vera með svona mikla þarfir, ekki vera öðruvísi, ekki vera einhvern veginn, þú veist, manneskja sem ég veit ekki hvernig ég á að höndla og ég veit ekkert þú veist, og eins og þú segir, sko, bara, þú veist, bara auka, þú veist, að tala meira þetta og svona gera þetta einhver svona almennri þekkingu held ég að sé að fara að bæta bara mjög mikið, þú veist, að fólk sé einhvern veginn minna hrætt við þetta, skilurðu, og minnka þessa fordóma. Herðu, þegar þú komst inn þá var ég nú eitthvað að leika mér að því að segja svona hvað að fara að tala eitthvað svona. Og einhvern veginn barst talið út í fólki sem við þekkjum sameiginlega, út í svona fúla kalla. Og ég var eitthvað að segja þér af því að ég var á þeim aldri að það var margir kallar sem ég hitti á mínum aldri, þeir eru svolítið svona fúlir.
og svolítið svona einangraðir félagslega. Það hefði gott að því að bara eiga í samskiptum við fjölbreytilegra fólk og það myndi lækna mikið og ég var eitthvað svona, ég var eitthvað að reyna að snúa talinu svipa og ég var að tala áðan með 85% af okkur á milli okkar annars fólks. Það svona að það að halda svona félagslega umhverfinu heilbrigðu og raunverulega bara víðu og spennandi og skemmtilegu, að það er bara mikið atriði fyrir sálarheill. Og þegar þú einangrast og hittir færri og hérna, kannski eru kallar á mínum aldrei byrja að lendi því að nennir ekki að hlusta hvað þeir eru að segja, sem er náttúrulega rosalega erfitt fyrir kallana, en kannski konur hafa þurft að lifa lengi eða bara gripið fram í fyrir þeim og á fundunum og vinnustunum sem við vorum að tala þegar ég var að koma inn á ritstjórnum og svona, það var ekki hlusta á konurnar. Nei. Það bara var ekki. Nei. Og maður var bara endalaust var við það. Já. Að hérna, það var allt merkilegra sem að kallinn sagði. Já. En kallanir á mínum aldri lenda svolítið í þessu. Það er ekki lengur virðulegur sess að vera gamall, hvorki verið kall og konur. Eins og nú voru konur klæddu sér bara í peysufötin og voru virðulegar konur sem að maður líti. Og kallanir fengur sér staf og skegg og pípu. Já, og pípu og voru hérna að tala eitthvað nýð, kynnslóðin, eitthvað svona, nú googlum við það bara, við erum ekki lust á kallana. Þannig þeir eru einangrast og lokast og verða svolítið fúlir og svona óöryggir í samskiptum hérna í samfélaginu, rati ekki almennilega, þetta er ekki alveg þeirra heimur. Nei. Ég veit, þetta er náttúrulega ekki líkt hérna einhverfunni, en að sömulega er þetta samt svona hópur sem að er einangraður sömuleyti svipaðum ástæðum. Já, upplifir sem svona utanveldu og veit ekki alveg hvernig þeir eiga að ná kannski til annara eða. Kannast þau svona kalla? Komaði til mín? Þeir koma til mín og ég var að segja ráðan að þeir eru svona í uppáldi hjá mér. Mér finnst áhugavert að ræða við kallmenn sko almennt, bara að því ég er ekki kallmaður og mér langar að skilja þá betur. Mér langar eiginlega að skilja allt mannfólk betur og þess vegna kannski er í þessu starfi en sko... Ég segi það sama sko, konur eru miklu skemmtilegri vini heldur en strákarnir sko. Já, akkur finnst það? Bara, mér finnst strákarnir eru svona, mér finnst það bara skemmtilegri samskipti. Við miklu skemmtilegra að spjalla við konur heldur. Ég er ekki svona kall sko, ég minnst ekki gaman í káetunni eða veiðiskúrnum eða vinnurskúrnum eða... Já, ég skil. Og hérna því ég nefndi áðan þegar ég byrjaði í blaðamennsku, það var alltaf bara ein kona þegar ég kom, áður var engin. Og breytingin bara á vinnustafnum ritstjórn þegar það verður svona meira jafnvægi. Það er bara miklu meiri burðargeta hvað er fjallað og bara allt annar og skemmtilegri heimur. Já, þannig að taka kannski annan vingil og... Já, bara einhver liti, Mér finnst svo gaman að ræða við þess að kalla bara almennt, að hérna svona... Það breytist svo margt hjá þeim sko þegar það kemur svona aðeins aukin tilfinningagreind, þú veist, og það er ekkert þeim að kenna, þeir séu ekki með hana kannski alveg eins og konur, af því að það vantar hjá þeim svona þetta push sem við erum svo mikið að fá alla ævi, sem hérna, hvernig líður þér? Þú veist, það er svo mikið tala við stelpur þannig og þær tala svona við hver aðra og eitthvað. En kallarnir eru bara, ekki grenja, skilurðu, og gerðu þetta bara og verð sterkur og hætt að væla og allt þetta. Það er ekki bara að fara á völlinn og fara á völlinn og hérna, já, og fá ekki þessa æfingu og kannski, þú veist, er það líka partur af því að verða fúll þegar maður er gamall, skilurðu. Það er enginn sem hlustar á mig og mér líður illa og ég veit ekki af hverju og ég fæ ekki aðstoð og ég vil ekki leita mér aðstoðar af því þá er ég aumingi eða... Ég hef áhyggjur af sömum sem að svona hugsunin lokast inni ef þú ert ekki nógu svona ríkum félagslegum samskiptum og þá kemur svona meiri þráhyggjublæra á þetta, annað fólk fer meiri í taugarnar á þér, ótrúlega leiðileg svona hugsana lúpa ykkur sem að margir festast í. Já, og kannski hangir það líka saman við, þú veist, að vita ekki alveg hvernig þeir eiga að tengjast sko, þú veist, að vilja tala hluti en vera leiðilegir leið og þá náttúrulega vill enginn tala við þig og þá náttúrulega það getur ryðgað. Ég bendi stundum á í svona blaðamennsku að ástæðan fyrir því
innringjandinn út af sögu byrjar á háa síðinu vegna þess að hann svo vanur því það ekki hlustað á. Þannig hann byrjar bara, ég var bara að segja það! Hann er bara... Og þetta lært, vegna þess að hann búinn að fá svo mikla höfnum á því að það skiptir engum máli hvað það segir. Nei, hann bara byrjar þarna. Akkurat, og kannski á endanum hlustar einhver þegar ég byrjaði að öskra. Þannig hann þyrfti bara að fara í ræktina og byrja bara á léttum lóðum og fara kannski bara í félagsvist og spjalla við fólk og á svona einfaldan hátt skipulegu samtali. Eða fá rútupróf og byrja að keyra. Það er margir kallar á mínum aldri og eldri sem að blómstra á ný þegar þeir fara að vinna í túrisma, hitta umgangast á fólk sem í frí og í góðu skapi og í svona bara léttum samskiptum. Þetta ekki þung samskipti. Nei, og túristarnir náttúrulega vilja hlusta á allt sem þetta fjall og eitthvað svona sem koma til þeirri svo börn, það er rétt. Ég hef séð þetta að margir kallar hressast mjög við að fara að vinna í túrisma. Við mælum með því. Allir einmana. En er einhverfa sjúkdómur? Nei. Er einmanaleiki sjúkdómur? Einhverju leyti, sko. Eða svona, ég meina, ástand, tilfinningalegt ástand. Ég veit ekki hvort það myndum kalla það sjúkdóm endilega. En kannski svona starra leveli, þú veist, þá er þetta náttúrulega mjög alvarlegt bara, þú veist, að það séu svona margir einmanna í dag og Það er fars á okkar tíma. Og við þurfum svona að hugsa leiðir til þess að laga þetta. Og það er ekki bara bundið við eldra fólk eða eldri kalla einmannaleikin. Hann herjar á bara unglinga og börn og ungt fólk heldur betur. Og ég held að það sé mjög gott skref þetta sem margir grunnskólar að taka, sem að taka símana út úr skólanum. Þú veist, þau miklu meira að tala saman og það læti á göngunum og þú veist, það sem áður fyrr var bara allt, var bara hljóð og allir sátu hlið við hlið og voru að skoða mismunandi miðla, sko. Að við þurfum slík samskipti. Já. Og leik. Já. Gaman að fá þig að spjalla fyrst og fremst einhverfu en við tölum nú ýmislegt annað. Kannski fæ ég þig aftur til þess að tala einmannleika eitthvað. Það þið svo gaman að tala við kalla. Endilega, ég mjög gaman að því og bara takk fyrir að fá mig og sína þessu áhuga. Það er kærlega ekki. En við ætlum að halda þetta áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti Samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Sælir kæru hlustendur og áhorfendur, Ásdís Olsen heiti ég og í dag ætlum við að ræða hamingjuna. Og við ætlum að velta fyrir okkur hvað veldur því að Íslendingar mælast svona hamingjusamir og hvernig það stemmir við fréttir af einmanaleika og þunglindi og mikilli lyfjanótkun, ADHD, kvíði, svefnlyf og við ætlum að velta fyrir okkur hvernig við getum átt ánægjulegt ævikvöld. Hún Hrefna Guðmundsdóttir sérfræðingur, hamingjuráðgjafi og hamingjufræðingur hérna hjá mér og við ætlum að fá að spyrja hana og leita ráða hjá henni varðandi hamingjuna í dag. Hrefna, velkomin til mín. Takk. Þetta sjá þig. Takk fyrir. Eigum að byrja þar. Finnst þér þú vera hamingjusöm? Heyrðu. Ég veit, þetta er eina erfiðasta spurning sem maður fær. Já, ég alltaf að spyrja aðra. Ég spyr gjarnan á bilinu 1-7, má vera að koma eitthvað. Já. Og
sá sem að ég eldi upp í fræðunum, ég skal svara samt spurningunni sko, ég Já, lofa. þú mátt hafa inngang. Sá fyrsti sem ég eldi þegar ég var að gera BR-ritgerðina mína Íslendinga og hamingjuna fyrir langa löngu. Rúd Fínháven, hann var sá fyrsti og hann spurði fólk svona, hvað ertu hamingjusamt á bilinu 1-10 og hann þótti náttúrulega skrítinn. Og hans niðurstaða var að það er bara 1% í heiminum sem segir ég get ekki svara spurningunni. Að allir hafa svona einhvern veginn inn í sér. Einhvern mælikvarða. Já. Mér finnst þetta svolítið gott. Þetta Og svolítið akkur notar 1-7 frekar en 1-10? Nei, ég segi 1-10. Já, ég þú spyr segir yfirleitt 1-10. Eins og hamingjurannsóknirnar, þessar alþjóðlegu. Já. Sameinuðu þjóðirnar spyrja yfirleitt að því fyrir á 2012 þá birtaði núna árlega The Happiness Report 20. mars þá spyrja þeir yfirleitt svona ef þú sér fyrir þér tröppu 1-10 10 er þá besta hugsalega lífið 1 er eiginlega bara óbærilegt líf sem þú rétt lifir af gefðu á hvað tröpp er þitt líf að já, ég ætla að segja að ég er svona rokka kringum 7 eins og flesti já, stundum 6,5 og stundum alveg 9 Já, eftir tímabilum eftir tíma dagsins Já þetta er svolítið eftir tímabilum. Nei, ég held ég sé frekar stöðug yfir daginn. Ef ekki að segja, ég ætla að segja 7,5 til 8. Gott mál. En þú? Hvað myndi ég? Já, núna myndi ég setja mig á trúlega 8,5. Já, Sko þessi árstími. En sko mér finnst það út frá þessari spurningu. Myndi ég segja kannski 8 til 8,5. Út af því að þarna verið að spyrja hvar meturu þig, eins og þú segir, á sem skala. Þú meina á tröppugangin? Á tröppu og spurningi hljóðar svona út. Ég fór og fann spurninguna og ég nota hana stundum þessa spurningu. Og hún hljóðar svona. Ég myndaði stiga þar sem eru þrep frá 0 til 10 eins og þú segir. Efsta þrepið 10 táknar besta mögulega líf sem þú gæti lifað. Og neðsta þrepið þá versta mögulega líf sem þú gæti lifað. Og við erum náttúrulega upplifum okkur frekar í svona velsældinni á Íslandi. Þannig að og við erum að mælast þarna við hefum lækkað frá 8,3 í 7, Já, voru ekki 7,5 eitthvað sko núna sem ég finnst reyndi, ég held við værum að lækka meira sko. Ég var hissa og glöð en það er unga fólki sem er ekki svo glatt. Nei, það er að koma svolítið látt út af því að alltaf unga fólki sem er hátt sko. Já. Ég fór í heilmikið samtal við gervigrindina um það hvort að þetta væri að mæla raunverulega hamingju. Já. En allavega á þessum skala. Svo náttúrulega er þessi hamingja sem hefur að gera með jákvæða tilfinningar. Mér finnst hún eiginlega ekkert síður spennandi. Nákvæmlega. Sko. Og því að þetta er meira svona hvernig hef ég það fjárhagslega og veraldlega. Já. Er ég örugg? Já. Treysti ég fólk út á götu? Já. Treysti ég stofnunum, lögum og reglum? Hef ég tækifæri? Hef ég val? Og þarna skorum við hátt á Íslandi. Og sko, ef maður hlustar á fréttir. Já. Það er náttúrulega samkeppni að fá tikk. Þannig að það er alltaf að vera dramatískar það sem er í fréttum. Ég vona við séum ekki manstu áður fyrir sko þá var bara svona sko allir þurft að þagna hálfum að fresti og hlusta á fréttir. Já. Þú veist, það er bara ávísun á depurð og það er bara að segja döð og djöfull og við erum öll að farast og það er allir að stela og allir vondir og Það er alveg rétt sko, en á einhvern hátt er það líka að staðsetja okkur í samanburði við aðra þjóðir, þar sem við erum kannski að upplifa okkur í betri aðstæðum heldur en kannski þjóðir þar sem eru stríð og þar sem er, þú veist, fátækt og eitthvað svona. Þannig að þessi veraldlega
stað okkar góð, en á tilfinningaskalan. Akkurat. Hvað heldur þú það? Ef við veltum því fyrir okkur, hvar staðsetjum við okkur ef við prófum afturinaskalan út til 10 á svona jákvæðum tilfinningum? Já, þú meina til þess bara ég persónlega út frá jákvæðum tilfinningum. Við verðum að pæli því, sko. Já, ok, jú, það ætla ég nú já, kannski kem ég að svipa tölu. Ég ætla nú alveg að segja 8. En ég samt finna alveg, ég myndi vilja hlæja meira, Ásdís. Maður hló meira svona, já. Ég væri til að hlæja meira. En við þurfum að búið til nýja skala. Já, en ég veistu það, ég bara svo heppin að ég að vinna við jákvæðarsálfræði. Já. Þannig ég alltaf að vinna með þetta. Ég að hjálpa fólki að leita að, bara eins og með vasaljósi, að plúsunum. Já. Og það náttúrulega hjálpa mér að vera í plúsunum. Þannig ég kannski svolítið heppin. Þú kannt leiðirnar. Ég að hjálpa fólki, þú veist, taktu ljósmynd af því sem gleður þig. Já. Skrifa niður þakklæti og þá ger ég þetta sjálf. En má ég þá spyrja því, út af því að ég hef líka verið áhugasöm hamingjuna og það var einmitt, kannski út af því að ég hef alveg lent á stað þar sem ekkit allt saman gott og mér leið ekkit endilega vel. Akkurat. Heldur að það sé svona að einhverju leiti drifkraftur að maður hafi upplifað sorgir og áföll. Já, og ég veit að nú ætlum við kannski aðeins að fá að forvitnast þig, af hverju þú ferð inn að þetta svið. Og ég veit að þú hefur lent í miklum áföllum í lífinu. Heldur að það sé einhverju leiti drifkraftur? Vá, sko, þú spyr svo, sko, allt í hausinn bara og hjarta að springa, þá kemur svo margt sem ég langar að tala að því þú varst að tala fyrst sko, ég ekkert feimin að tala svo hluti. Nei. Það bara svo margt sem við ætlum að tala það kemur svo margt. Við skulum bara muna hvað við ætlum að tala Svo mikill aðdragandi sem ég langar að segja áður. Nei, já, að því varst að tala Komdu með allan aðdraganda, komdu með söguna. Já, nei, þetta með sko hamingjumælingarnar, að því að það kemur ljósið mitt eins og þetta segja, að kannski höfum við ekki verið að mæla hamingjun eins og við heldur kemur líka í ljós, allir með Asíubúar ættu að vera að mælast kannski hamingjusamari en þeir gera, en þá eru þeir að miða við svona jafnvægi, traust, yfirvegun, en við á Vesturlöndum hefur kannski svolítið meira að vera að spá í svona upptjúnaða gleði. Já. Getur það verið? Erum við upptekin af því? Og á sama tíma, og ef við erum svona afsalega upptekin af því, og til dæmis eins og við skoðum Instagram og eitthvað svona, þú veist, þá verið að skála í búblum og eitthvað svona allt hástemt. Svo á sama tíma, og að þú varst líka að segja til dæmis með okkur Íslendinga, því nú mælust við svona hamingjusum sem náttúrulega yndislegt. Það kemur náttúrulega margt til. Við höfum þurft að þjappa okkur saman. Við höfum gengið í gegnum erfiðleika saman og það hefur gert það verkum. Ég held að það sé stór hluti af því að við höfum þurft að þjappa okkur saman og taka saman á við erfitt. Þannig að Íslenska þjóðin. Já, við komumst ekkert í gegnum hlutina nema saman. Þannig að hamingjan hjá okkur orðið svona sagnorð að gera saman. Þú veist, ef þú fæðist, þú veist, í Grikklandi, þú getur bara átt lag og sefur bara undir því við ströndina og vefur því utanum þig og tínir svo ávistina og Já, og meinur gæti komist af í mjög, með takmörku gæði út af veðri og... Já. Þannig ég held að við erum náttúrulega bara eyja og við vorum fátakast Evrópulandi árið 1900. Þannig ég vissum líka að við erum með svona gömul tráma. En svo á sama tíma að við vitum að hamingja er svolítið sagfræði að gera og vera saman. Ég held að það sé í DNA-inu okkar. Við erum náttúrulega tengslaverur, við erum hákort öðru og við vitum það á Íslandi svo sannarlega. En í dag er 30% heimila sem er bara einn, það sem fólk býr bara eitt. Þú veist þannig að það er rosalega hraðar breytingar, sko. Hérna á Íslandi, einmannaleikin er að lærast. 30% heimila ein manneskja. Já, það er svo mikið. Já. Og það er óvenjulegt, kannski, miðað við eins og kannski út í talar Asíu þjóðir og ég fór að velta fyrir mér að þegar ég fór til Bali, þá eiginlega bara horfði ég í kringum mig á glaðasta fólk í heimi. Ok. Og það var svona eiginlega sláandi hvað allir voru glaðir og jákvæðir og svona mikil
hvað ég segja, svona byrta yfir öllu sem að... Eru þeir mjög trúaðir? Ég þekki ekki stöðun á Bali. Stöðugt í þakklæti. Já. Og það eru þetta, hindú, gengur náttúrulega út á það að vera alltaf að þakka, færa svona þakkargjörð. Og það að minna sig á það nokkru sinnum á dag að þakka fyrir og einhvern veginn þá líta þá á að það sé einhver aðri máttur sem er verðt að þakka fyrir. Þannig að sko, þarna held ég að sé einmitt og ég meina það, og út í ég áhuga á þessu efni, þá fór ég náttúrulega að velta því fyrir mér hvað, og þú ert náttúrulega líka með þessa bók sem að mér langar svolítið að spyrja út í, sem að er mjög áhugaverð, þar sem út að bera saman íslenskt samfélag við, hvað heitir það? Já, þessi bók. Já, og þar sem að mér finnst punkturinn svolítið vera, þar er það samfélagið. Fólk býr í miklu meira návíi í þessum asísku samfélögum. Já, akkurat. Sko, já, að því þú segir þetta með Bali, ekki langt frá Bali er Malasía og vinkona mín sem ég skrifaði þessa bók með. Já. Stories of Love and Happiness. Já, Intan Hasim. Við kynntust í LSI, vorum að læra saman vinnu og félagssálfræði. Og hún er prófessor í félagssálfræði í Penang, rétt hjá Kuala Lumpur. Og hún segir við mig að við höldum alltaf tengslum þökk sé Facebook. Að hún segir að því að þú skrifa bók, mér langar svo að skrifa bók. Og ég segi, veistu það, Indan mín, það er minna mál en maður heldur. Og svo skrifa hann seinna, getur við ekki bara skrifa saman bók? Og það var mjög skemmtilegt verkefni sem við gerðum í fyrravetur, vegna þess að ég er svona B-manneskja, þannig að fyrir mér við hittumst, þá var 50-dagskvöld hjá mér klukkan 11 og þá var föstudagsmorgun hjá henni klukkan 6. Og þá hittust við og skrifum saman, eða svona skiptum á milli og vorum að bera saman bækur. Og árið seinna kemur út þessi bók í hennar háskóla. Og við erum að bera saman fræðin okkar, hamingjufræði og jákvæð sálfræði út frá ólíkum menningum og hún tilheyrir einmitt, hún er múslimi og reyndar er Malasía mjög opin, þar er trúar frelsi en þar er og til dæmis sko að Sameinuðu þjóðirnar fóru að eiga svona einn dag sem tilheyrir hamingjunni, það má eiginlega líka svolítið það tengist Bútan og þar var konungsríki, kóngur sem sagði hamingja og velferð þegnana skipti meira máli en hagvöxtur. Það var mjög fátækt land en hann vildi leggja áherslu á hamingju. Það kemur líka svolítið út frá trú. Þannig að og að því varst að tala þarna í Bali og hamingjuna að það er kannski einna mest rannsakað tengt hamingju, það er þakklæti. Það er vörn gegn svo mörgu. Kvíða, vörn gegn skorti. Við erum bara búin að frá síðari heimsstyrjöld, þá verður náttúrulega svo mikið stökk í rannsóknum að því hvað er að okkur. Af því að þú veist, við komum svo lemstruð út úr síðari heimsstyrjöldinni. Það átti bara að laga okkur, þú veist. Það var bara áföll og sorg og fólk í áfalli og svo bara árið 2000 erum við þá búin að laga kvíða og er þunglindi farið og það fólk er komið með var þá allt farið? Nei, það var bara búin að greina fleiri með kvíða og fleiri með þunglindi og býtu hvað með þá að mæla að skoða þá sem er hamingsamastir eða farsalastir eða líður vel, ef ekki fara að læra af þeim og þá verður til að segja svona rannsóknir eins og líðheilsa og hamingjufræði og jákvæð sálfræði. Þú ert að tala þessa afstöðu að vera alltaf að skoða það sem er að, sem var svolítið tilhneiging í langan tíma og nú, þá kemur þessi nýja svona hugmynd jákvæð sálfræðinar að skoða hvað þeir eru að gera rétt sem eru hamingjusamir. Já, og líka þetta bara að við þurfum að viðurkenna plúsana og að þeir eru verðmætir, að þeir skipta máli og þótt að við séum með krankleika og við erum með alls konar eitthvað að okkur öllu, það er engin fullkomin og þrátt fyrir krankleika og
við gerum mistök og allt þetta, að það ekki það sem dregur okkur áfram að draga úr því. Við þurfum eitthvað annað, við þurfum tilgang, við höfum eitthvað sem einhvers virði þrátt fyrir þetta og hitt og fara að horfa á það. Og það líka það sem gerða verkum að við förum í gegnum hlutina. Þú veist, það ekki bara það að, eins og þú bara veist, það ekki bara það að við viljum læknast af því sem að. Heldur það þarf að vera eitthvað sterkara. Þannig í staðin fyrir að vera að skoða frá mínus yfir í 0, að skoða frá 0 í pluss. Já. Þú veist. Sko, þú talar að á löngu tímabili vorum við mjög upptekin að því að greina og flokka og það nú ennþá svolítið í gangi. Það verið að greina, ADHD, þunglindi, kvíða og svona þessa algengustu kvilla sem að hrjá nútímamannin, einmannaleika og eitthvað svona og við erum að skora mjög hátt Íslendingar á þessum mælikvarða og kannski erum við bara duglegir að greina, ég veit það ekki en ég fann svona tölur þetta 4 sinnum fleiri ADHD greiningar og lyfjanótkun á Íslandi heldur en annars staðar á Norðurlöndunum. 4 sinnum? Já. Það langhæsta nótkun svefnlyfja á Íslandi. Þunglindi og kvíði, það alveg ótrúlega margir sem eru að taka lyf við þunglindi og kvíða og alltaf 35% kvenna á fullorðins árum. Á kvíðalyfum? Á kvíða eða þunglindslyfjum. 35% eftir einhvern x aldur. Já, það reyndar hæst hjá konum sem eru komnar áttrætt, komið svolítið á óvart. Og næsthæst það hjá konum sem eru á 70-aldri og þannig að það eitthvað þar, það þetta 4. æviskeið sem að reynast konum erfitt. Ég fór að hugsa út af því að nú svo mikið verið að ræða hormón. Þetta eru konurnar sem voru kannski ekki á hormónalyfjum, þú veist, voru ekki að taka Já, ok. Breytingaskeiðshormón út í að það var bannað þarna tímabili og svo eru fleiri sem fari í áfengis og vímumeðferð á Íslandi heldur nokks staðar annars staðar í heiminum. Þannig að við erum alls staðar að slá með. Já, og svo alveg bara 7,5 í hamingju. Já, og það eiginlega það sem ég var að velta fyrir mér. Þetta svona mótsagnakennt. Já, einmitt. Því að það líka, erum við að heyra á hverjum degi fréttir af, ofbeldi og svona alls konar sem hefur legið í þagnargildi á Íslandi sem að koma upp á yfirborði núna. Þannig að kannski þurfa að fara að skoða þetta í stærra samhengi. En þetta svið sem ég þori ekki inn á. Ég skilði og við getum líka við ætlum að vera í plúsunum. Já, við ætlum að tala um plúsunum. Mér finnst bara ástæði til að tala um þetta út af það gefur okkur ástæði til þess að huga að því hvað eigur velíðan og hamingju að velta fyrir okkur að það eru skuggahliðar á þessari líðan. Mér finnst merkilegt ég fagnaði því mjög þegar við mældust allt í einu hamingsamsta þjóð í heimi og enginn eiginlega trúði því á sínum tíma, af því mér finnst merkilegt að lítil eyja út á Ballarhafi, þar sem myrku 3-4 mánuði á ári og 6 stiga hiti þykir bara dásalegt veður, að við mælust hamingsamust. Mér finnst það bara stórkurslegt, það það. Bara það kaltæðið og dásanlegt. Bara stöldrum við það. En mér finnst við líka þurfa að setja þetta einmitt svolítið í samhengi. Við erum koma náttúrulega úr algjörri örbirgð úr því við vorum fátækust árið 1900. Ég meina hvað var að gerast í Evrópu þá og sjáðu hvað þetta hraðabreytingar ef að 30% heimila í dag einn í heimili. Þannig að það mikið gengið á og við búum núna við efnahagslega velsæld en kannski á sama tíma núna mikið verið að tala um í nútíma samfélagi. Nú þurfum við meira að spá í tilgang af því að fólk situr við tölvu og við sækjum líka í tölvu þegar kemur í afþreyingu og svo framvegis. Þannig að núna þurfum við kannski bara svolítið líka að spá í einmitt þakklæti, ekki spurning, að tilheyra. Við viljum vera séð, við viljum vera heyrð. Þannig að það er bara svo hraðbreytingar. En það sem hefur þjappað okkur saman og hjálpað okkur er að við höfum þurft að standa saman og það hefur hjálpað okkur sem samfélag. Og við höfum búið til samfélag sem býður upp á
efnaðarsleg gæði og möguleik og tækifæri og bori gæfa til að skapa svona frelsi og lýðræði, búum að þessu. En í eins og þessu samaburði við Malasíu, segðu mér hvað kom út úr því ef við bara veltum í fyrir okkur hvað þessar ytri aðstæður skipta miklu máli sem veðurfar og kannski menning og efnahagsleg gæði. Hvernig komum við út í samanburði við hérna? Ég skal segja hvað mér finnst áhugavert. Það er trú stærri hluti og að fylgja svona ákveðnum leiðsögnum. Þar er svona hefðbundir gildi og fjölskyldu gildi mjög sterk og að mörguleiti eru samt sömu stóðir sem gera okkur hamingjusöm en ég lagði mikla áherslu á til dæmis ég vildi endilega tala samkynhneigð og þá fekk hún mikið hláturskast og hafði aldrei heyrt aðra aðeins vitleysu að það ætti að koma inn í bókina og síðan ég átti auðveldara með að svona tala einstaklingana inn í bókina, þannig að ég er með alls konar dæmi, til dæmis ég tala von og siglu og ég tek dæmis og Bubbi Mortens og Samuel Jónsson í Arnarfirði sem byggði þessa dásanlegu styttur, þú veist, fór aldrei til útlanda en byggir þarna gosbrunn sem hann hafði séð mynd af frá Spáni og byggir þarna Vatikanið og byggir kirkju og svo framvegis, byggir sér sína paradís einmitt úr sásöka, að því við ætlum að tala um það líka. Við vorum alveg í miðri setningu þar. Við förum þangað aftur. En hún fer ekki þangað. Það er bara eitthvað sem þau gera greinilega ekki. Það má ekki vera persónulegt. Nei, hún kom ekki með eitt svoleiðis. Og ég tala einmitt kóra og ég tala hjálpar því það er svo margir hér sem eru tilbúin að hlaupa út í náttúru og bjarga túristum og okkur að villuráfandi í fjöllunum. Hjálparsveit skáta og þetta er svo stórkostlegt, bara í sjálfboðlega starfi. Þetta er náttúrulega svo stórkostlegt. Við ættum að vera að þakka fyrir þetta endalaust, Við getum margt stórkostlegt á Íslandi, en ég sé að þú hefur samt sett það er svona malasísk fjölskylduhyggja sem er rauði þráðunni hjá þeim. Og ég setti einmitt inn alls konar, við erum mikið í sundi og kórum og svona og ég þurfti að berjast fyrir því að ég hefði kór samkynhneigðra. Hún var ekki viss að það fengi að fara í gegn og ég segi að þá bara birtist ekki þessi bók. Já, þú meinar. Hvað máttu bara ekki nefna samkynhneigð í bókinni? Þannig að það er ákveðin svona þröngsýni þannig sem að... Nei, hún segir auðvitað með að fólk verður samkynhneigð, en það er svo margt sem er ekkert mál, sko, en við skulum ekki að tala um það. Já, ég skil. En þar er mjög mikið svona, hvað maður að segja, handsnýrting og fótnýrting. Já, þannig að, þú veist, það er skemmtilega ólíkt, en margt svipað. Og hvað sér þú? Nú veit ég að þú fórst að í heimsókn og svona. Hvað sér þið? Nei, ég á eftir að fara. Nú ertu ekki búin að fara í heimsókn? Nei, ég er búin að vera á leiðinni. En ég á eftir að fara. Ég held að hún er eftir að koma fyrir til mín, en ég er til hennar þau uppi staði. Ok, ég ætla að spyrja skýrar. Hvað sást þú í hennar heimi sem þú myndir vilja fá meira til okkar? Sko, ég er alltaf búin að þekka þessa konu frá því við vorum, sko... Stelpur. Já, ég hef bara alltaf heitlast að henni. Mér sé kannski ekki þekkja menningun hennar nóg, en jú, það er mikill kærleikur og hún er bara yndisleg manneskja. Þannig að það er svona kærleikur. Já, en ekkert sem hún last út úr því sem hún leggur til í bókinni, þar sem að þú hugsar, við getum alveg haft gagn af þessu. Það er sennilega einhvers konar mannhygð og kærleikur. Já, þannig að þú tekur eftir því og þú tengir það kannski við trúariðkun. Einhver dýft, já. Kannski er það, já. Trúariðkunni kannski. Ég veit það ekki, ég hef ekki hugsað það. Ok. En kannski... En þið talið sögur ást og hamingju
Og það einhver þráður í bókinni? Sko, hamingjar allavega hana, þar hefur aðeins verið að vaksa og þar ekki svona mikið að fólk búi eitt. Það meiri fjölskyldugildi, fólk býr meir saman, en það ekki svona velferðarkerfi. Þú sérðum meira mömmuðina og pappa og svoleiðis. Þannig að við erum hamingjusamari. Já, velferðarkerfi tekur frá okkur svolítið þetta ábyrðin á hvort öðru. Já, en við höfum meira tækifæri og frelsi og konur þarna hafa ekki alveg sama frels og tækifæri og við. Nei. Við kunnum að meta það að hafa frelsi og tækifæri. Já, þetta kostur og gallar. Já, en ef við veltum fyrir okkur og þegar við erum að tala þakklæti, eins og þú segir, þá eru ýmsir styrkleikar við þetta samfélag okkar íslenska. Og það kannski eins og hefur komið fram, það velferð, mikil, við erum örugg, við höfum þetta fjárhagslega möguleikana sem það gefur okkur að ferðast og það eru sterk fjölskyldutengsl. Við höfum heitu pottana og það samfélag. Okkar torg. Já, það okkar torg. Ég sé að þú talar heilmikið það. Já. Og þetta reddast hugafari. Það svona rauð þráðurinn svolítið í þínum, þínum boðskap að við höfum svona resilience, hvað það kallað á íslensku? Seiglan, já. Ég veit það ekki, ég veit það nú kannski ekki hvort, ég ætla kannski núna kem ég inn á þetta sem þú varst að spyrja áðan, þetta með áföll og sorgir og mér finnst að koma inn á þetta að því ég svolítið að vinna með að því ég held námskeið fyrir fólk sem kannski búið að vera í virkstofni tíma og svona farið að koma að því að fara að útskrifast út í samfélagi aftur. Að það þannig þegar maður labbar á vegg eða verður fyrir áföllum eða sorgum og maður svona einhvern veginn hefur ekki kraft og orku að þá skapast rými til þess að staldra við. Og það talað það, þú hefur eiginlega hvað það skásta sem getur komið út úr svona erfiðleikum? Það svo kallar áfallaþroski og það gerist alls ekki strax. Og þetta svo flott orð. Ég svo hrifin af þessu orði, það felur svo mikið í sér. Náttúrulega ef þú til dæmis ert í mikið til sorg, þá ertu náttúrulega bara þar. En svo líður tíminn og ef þú þraukar og lifir þetta af. Þannig að þú ert að vinna með þeim sem eru í rauninni... Fólk svona safna sér saman eftir eitthvað áfall. Og ná sér og svona fara að hugsa eins að kannski búið. Maður það náttúrulega fyrst bara svona tíma átta sig. Það eitthvað nýr veruleiki eða ný sjálfsmynd sem þarf að eiga sér stað. Og þá hugsa maður auðvitað maður þarf bara að venda sig. Og maður hugsa auðvitað bara hér og nú og getur ekki hugsa meira. Og maður þarf bara að næra sig og hlúa að sér og Og það eru tækifæri í þessu. Þú ert að segja það. Það eru tækifæri í þessari Stundum þarf maður bara eins hjálp til þess að sjá og þess vegna svo gott þess vegna allan á námskeiði sem ég með þá hýtir fólk aðra sem á svipum stað og við erum að leita að ljósinu og við gerum þetta saman. Við hittum einu sinni í viku og hver veit fer bara heim til sín og þú fær bara ákveði verkefni og svo hittust við eftir 7 daga. Og maður bara svona hver og einn í sínu að leita að, þú veist, hvað næri mig, hvað hef ég ennþá og svona kannski leita ennþá byrta, eitthvað sem gleði mig og næri mig og svona. Leita að svörunum innra með sér, leita sjálfu sér kannski. Ég myndi, það getur verið, það getur verið bara aðrir umhverfið, hvað sem Getur tekið því sem dæmi, út af því að það oft lærdomsríkar og auðveldar að skilja og því ég veit að þú
fórst í gegnum erfiða hluti. Já. Viltu segja okkur frá því? Já. Sem betur verið nú svolítið tími hjálpa manni, svolítið liði sem betur verið. En þetta samt svona fyrir og eftir. Já, ég varð ekki að 2016 og ég á eitt strák og hann veikist mjög alvarlega fyrir rúm 3 árum. Vá, kemstu við þegar þú hugsaður það? Já. Og ég þurfti að fara skyndilega til hans með flugi til Bandaríkjanna, Washington DC, þar sem hann lá. Og af hverju var hann þar? Hann bara veiktist alvarlega, fékk sýkingu sem fór í heilan og þannig ég fékk bara símtal frá heilaskurlækni sem bara leyfi til þess að skera hann upp. Og þetta væri tvísýnt. Já. Og var hann í fríi? Hann var á leiðinni á ráðstefnu svona með kæristunni sinni og vini, fara svona skemmtiferð á ráðstefnu. Ég hafði nú farið með honum 2 sinnum á þessa ráðstefnu í svona sirkus og dýra blöður í dýragerð. Já, ok. Og og þegar maður lendir í svona, það er rosalega skrítið hvað gerist. Og já, sem betur fer voru við lánsum og heppin því að hann lifið af og hefur tekist á þetta með svakalegu æðruleysi og hann þurfti að læra að lesa og skrifa og tala upp á nýtt, hann bara var endurræs. Wow. Hann var í endurhæfingu í 2 ár. Já. Og stendur sig stórkostlega, 21 árs lendar hann í þessu. Já. Eða hann var 20, hann var ekki orðinn 21. En á þessum tíma, hann var í kóma hann ekki opnað augun hann innan við viku, eða 57 daga, mamma hans ekki. En það sem heldum, það sem að, ég ætla nú ekki að segja þessi áfall af þroski, það var ekki þannig, en það sem held mér gangandi það sem ég fannst svo merkild og opnaðist þarna, það sem líka fræðin segja, að ég svo auðvitað les maður sér til, það er svo gegndarlaust þakklæti að þannig er mér fólk algjörlega óskilt sem bjargar okkur. Já. Ekki bara náttúrulega heyraskurðlæknarnir og hjúkrunarfræðingarnir og spítalarnir og starfsfólkið. En það var líka bara, hver smáatriði, þarna voru til dæmis starfsfólk, ég held jafnvel það hafi verið sjálfboðaliðar sem heita sitter, sem sátu hjá honum. Fólk sem að, þetta allir er mannauðstjóri í ykkur borg, bara alls konar fólk sem bara situr þarna hjá sjúklingum. Hvað er þetta að segja? Það var stórkostlegt. Segðu mér frá þessu. Þetta var stórkostlegt. Fólk sem er í sjálfboðaliða starfi og býður sér fram til að sitja hjá sjúklingum út í að skipti máli þó að einhver sé í kóma. Já, þetta var kallað til vegna þess að þegar hann var svona að fara að koma tilbaka þá leið honum mjög illa og hann var mjög sterkur og þau eru bara ágjörð að því að þeir bara hann myndi geta komið rúminu á hvolf og þeir bara það sittir þess núna og það var setið voru með marga sólarringa og mér er minnistætt þegar hann svona var að fara að koma tilbaka þá var kona sem var svo lítil og svo grönn, hún var ekki neitt og hún hafði svo mikil áhrif á okkur bæði. Hún sat hjá honum og strauk honum og hún leið mjög illa. Andlega og líkamlega. Alltaf svona hrista sig og vildi fara út úr öllum sem græjum. Hann var náttúrulega með öndunarvél og hann var með svo bundin í stólnum. Og hún var frá Afríku. Hún hafði sjálf veikst mjög alvarlega og það var farið með hann til Ítalíu þar sem að hennar lífið var bjargað og var mörg ára á sér og svo var hann komin hann að flytta til Bandaríkjanna og hún strauk honum og ensku og sagði bara veistu það að þú ferði gegnum þetta, ég hef verið í þessum sporum, nú þarftu bara að
halda róðinni, þetta verður mjög erfitt, en veistu hvað, þú ert heppin því þú munt ná þér. Ég var í mjög mörg ára ná mér og svona talaði þannig til hans að eftir hennar vakt þá var það rólegur. Vá. Var það skiptið máli að hún hafði sjálf lent í þessu og gætt sagt þessa hluti að ég veit þetta, ég þekki þetta, ég skil þig? Já, og það er líka bara þetta sem er náttúrulega sko, það er bara þessi kærleikur og við erum að tala um bara, hvað maður segja, eins og að því ég var nú í Ameríku, þetta er svona ást ókunnugra. Já. Hún gaf af sér, hún hefði sjálf sög að segja, hún sá hann, hún fann til með honum, hún hafði sambarilegt og hún róð okkur bæði og ég náttúrulega talaði mikið hana og spurði hana mikið og heyrði hennar lífsögu og svo kom hún til okkar daginn eftir og gaf henni fallega blöðru, þannig hún var að gefa af sér persónulega líka. Já. Og svo fór hún á endurhæfingastöð þegar og náttúrulega þegar hann fór að opna augun, maður vissi þetta ekkert hvað mikið á henni var til staðar. Já. Svo fór hún á endurhæfingastöðan í Bandaríkjunum og þá þurfti ég að taka svo kallar Uber-strætó, kalla Uber, leigubíl, 40 mínútur til og frá á morgninni og svo á kvöldin. Og ég var náttúrulega svo opið sár. Ég bara tala við bílstjórana, bara hvað ertu og þetta var fólk allstar á heiminum og það var svo opið og sagði mér bara sögu sína. Þannig ég fór bara í heimsreisu þarna 40 mínútur til og frá. Bara með því að spjalla við Uber-bílstjórana. Já, og svo spurðu þeir náttúrulega hvað ert þú hér og ég sagði það og yfirleitt bara enduðu á því að fara með bæn í lokin og þeir óskuðu mér góðs gengis og syninum og þetta voru og svo líka, þetta var vor, þetta var febrúar og mars. Þannig að maður líka sé á náttúruna vakna. Ég var að reyna að sæki næringu og von. Og ég náttúrulega talaði við innan mína öðru hvoru og ég segi, ef við erum að skrifa þessa bók, þá er hún tilenguð ást ókunnugra. Já. Því við höldum hvort öðru uppi, reglulega. Ég held stundum öðrum uppi, en þarna var mér haldið uppi. Og syni mínum. Já. Og var þá eitthvað sem þú upplifir í þessu... ekki ræta svona í fréttir og hálftíma. Nei. Hvað við erum öll að halda hvort öðru uppi. Og við gerum þetta alla daga, því þetta í alvörunni. Og við gerum þetta Íslendingar líka. Út allt, eða ekki? Jú, ég held það. Göngum við ekki frá meira og minna körfunum okkar í bónus á þess að vera beðin það. Við opnum hurði, við bjóðum góðan daginn. Það fæðast börn á spítalanum. Það eru aðgerðir. Við erum í skólanum. Það er verið að kenna börnum og í leikskólum og fyrirtækin eru að þjónust okkur og þetta er ekki í fréttum. Þetta er út allt. Það er þetta sem við viljum ekki gleyma og þetta skiptir miklu máli og þess vegna er maður svo glaður að Sameinuðu þjóðirnar hafa beint sjónum að hamingjunni 1 dag á ári vegna þess að þetta er svo verðmætt. Þetta er ekki eitthvað bara svona Pollyanna og einn fræðimaður, Barbara Fredricksen, hún er einmitt að segja jákvæðu tilfinningarnar, að því vorum að tala það áðan, það er ekki bara eitthvað svona stundargleði til þess að horfa á grínmynd eða hlæja, því við erum að byggja upp eitthvað varnarkerfi inn í okkur til framtíðar. Þetta skiptir máli, við erum að byggja upp siglu, við erum að byggja upp þannig svona, hvað maður segja, félagslega og andlega auðlegð. Er ekki rétt muni hjá mér að Barbara Fredricksen, hún segir að eftir því sem upplifir fleiri jákvæða tilfinningar núna í dag, áttu auðveldara með að upplifa fleiri jákvæða tilfinningar á morgun. Jú, bráðin bild. Já. Og líka þetta sem mjög svo flott sem hún er að segja að ástin er ekki bara eitthvað rómantísk ást milli tveggja einstaklinga sem að við helst viljum sjá að þú veist, helst kynnast mjög ungir, deyja saman, liggja hlið við hlið í jörðinni og svo vaks upp 2 tré sem vaksa greinarnar saman til eilíðar. Nei, hún segir takið eftir ástinni sem er milli fólks á hverjum degi og jafnvel ókunnugra, eitthvað gerist og 2 ókunnir horfast í augu og hlæja. Hún segir þetta er svona litlar mikromoments sem skipta máli. Svona hamingju augnablik. Já. Og þannig að hún vil víkka út svona kærleiksstundir
að við tökum þetta ekki sem eitthvað sem skiptir ekki máli. Þetta skiptir miklu máli. Og þetta erum við til dæmis að gera á þessum virknámskeiðum sem að taka 2 mánuði. Að því að með því að sækja í þessa hluti og fá kraft og orku, þá tökumst við betur á við það sem erfitt. Þannig þetta skiptir bara mjög miklu máli. Þetta ákveðið lyf. Það svona eins og það tala það ekki hérna hreyfiseðlar eða listseðlar, farð á listasafnseðlar, verður fyrir innblæstri. Það ákveðin kærleiksmoment. Hlæja. Áttarðu á því út í að þú ert orðin svona meðvituð þetta sem að veitir okkur velíðan og hamingju. Ef þú bara skoðar hvað það í þínu lífi sem að oftast gefur þér svona velíðunar tilfinningar? Jú, ég held að maður sé orðin meðvitari og ég held ég er með fleiri jákvæðar tilfinningar núna en ég var sem ung manneskja. Og í dag, ég fæ mjög mikla næring út úr, ég með garð sem svona passlaðstór og ég fæ mikla næring út úr honum og svona meðvitu, svona tengstu moldina og blóm og fólk. Og fer á listasýningar og les ljóð og tónlist og fólk. Já. Jú, já. Ég hef svo sem alltaf verið kannski í þessu en nú þetta svona meðvitaðra. Þannig þú tekur eftir tilfinningunum sem koma á þessum augnablikum. Ég allavega hvernig þetta er enn verðmætara en maður gerir sér grein fyrir og ég gerir mig grein fyrir því. Já. Gerir grein fyrir því. Þetta skiptir máli og þetta er ekki bara stundargleði, þetta er bara lífið. Eftir svona kannski erfitt tímabil eins og þú áttir þarna, þú veist, þetta var örugglega eins og tímabil þar sem að þetta var virkilega erfitt hjá ykkur feðginunum, sem að mæðginunum. Já. Þá kannski, og það er það sem þú varst að tala áðan, þennan áfallaþroska. Áttu það auðveldra með kannski að taka eftir því. Það allt í lagi núna, mér líður vel og... Já, en pældi hvað það merkilegt að maður þurfi við þurfum erfiðu tilfinningarnar og þetta snýst alls ekki að láta eins og sé ekki, alls ekki. Maður á bara að vera ekta, þú veist, þannig að þegar manni líður illa, þá á maður að vera þar. Já, maður má finna sorgina og sársaukann og óttann. Alls ekki. En maður á að reyna kannski bara að hugsa, býtu, get ég nýtt þetta, get ég látið þetta með þess að göfga mig og er í þessu einhver tækifæri til vaxtar og ég hef notað á námskeiðunum mínu svona dæmi svona til þess að verða fyrir innblæstri af öðrum svona hámark sem til dæmis bara mér finnst dæmi ég nota oft sem dæmi Sigurþóru Bergsdóttur sem missir son sinn það tekur eigi líf þetta er svona óbærilegt og við getum að setja okkur í þessi spor óbærilegt og hún skilur ekkert af hverju þau eru engin svör þetta er svona óbærilegt hún lifir þetta af og hægt og rólega þá opnar hún síðan bergið Headspace þar sem hún er að reyna að bjarga öðrum börnum þar sem að ungmenn í dag með að koma og fá viðtal við sérfræðinga með einhver fyrirvara eða mjög litlum en þeir líður illa. Já. Þetta er svona áfallaþroski í 12 einhvern og 10 mögulegum. Já. Og mér finnst líka fórsetin okkar Halla Tómasdóttir gangandi dæmi hugrekki og seiglu sem að býði sér fram til forseta mjög frambærileg kona en fekk hún ekki 2% og 3% fyrst í skoðanakönnunum og það var bara eitthvað 2 vikur eða vika í kosningar og hún var með 5% fylgi og svo tapar hún en stóð sér vel og komin númer 2 hún býði sér aftur fram hvað margir myndu þóra því og hún er aftur með 5% þangur til í blálókin þetta er mikið hugrekki og seigla þannig að maður getur orðið fyrir innblæstri af svona og það sem gerist þegar fólk er búið að vera í skjóli eins og í virk að fá svona safna sér saman og fá hvíld að þá er það heilbrigði í ykkur þetta kallast líka hann Kim Cameron fræðingur hann talar þetta sem heliotropical effect þetta er svona eins og ef þú setur jurt í glugga þá sækir jurtin í 8 birtu við erum með þetta element af því að við erum bara náttúran þá sækjum við sjálfkrafa ef við fáum skjól þá sækjum við sjálfkrafa í heilbrigði og það góða og ef þú fær skjól
sem betur fyrir höfum við tilneyingu í að sækja í birtuna, að þá rataru á þinn rétta stað einhvern veginn, en þú þarft skjólið. Já. Og þarf skjól og tengsl, það ekki kannski svona grunn og vera séður, fá að hugsa með einhverjum upphátt, heyra hvað þú ert að hugsa og þetta ég svo heppin að fá að vinna við. Heyrðu, viltu gefa okkur einhver svona ráð í lokin, hvað þú myndir vilja segja við þjóðina til þess að við getum notið góðs af því þinni reynslu og þinni þekkingu? Heyrðu, já, ég skal ekki þar fyrir ráð, ég er nú ekkert vel við endilega að gefa ráð, maður bara með fólki og hugsa með því, en ég ætla samt að segja, að tala við ókunna. Tala við ókunna. Ég hef rosalega, það er svolítið verið að ala ótta og ef maður hlustar mikið á fréttir og svona, þá verður maður voru hrættur og hrættur við næsta mann og svona, en það er bara svo mikil góðmennska í genunum okkar, í DNA-inu. Við viljum hjálpa stað og við erum óhrætt að opna samtal og bjóða góðan daginn og þú gerir daginn betri fyrir bæði þig og aðra. Það er hann gerði ykkur könnun á Íslandi, hann sem skrifaði bókina Samskipti, Pálmar Ragnarsson, hvað sagði 97% finnst gott þegar ókunnir bjóða góðan daginn og opna svona, gott veðri í dag og gaman að heyra þetta og hitt og svona. Þetta gerir daginn betri. Þannig að við erum ófeimin að tala við ókunna. Bara að gefa opna aðeins á tengsl og augkontakt. Í flestu tilvikum er það bara til bóta. Já, frábær lokaorð. Við ætlum að gefa okkur meira hvort öðru og muna það að við erum saman í þessu. Og ást ókunnugra er kannski bara boðskapur þessar viðtals. Takk fyrir þetta, Hrafna, og takk fyrir okkur í dag. Bara takið eftir ókunnugum í dag. Bless. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Og þá er rauðaborðinu lokið í bili. Við vonum að þið hafi notið dagskrárinnar hjá okkur, höfum komið víða við og verðum hér aftur klukkan 8 annað kvöld með nýjan skammt fyrir ykkur. Ég vona að sem flest ykkar sjáuð ykkur fært að styrkja samstöðina ef þið hafið ekki komið í verk en hafið oft pælt í því. Endilega heimsækið vefslóðina samstöðin.is og finnið þar hnappinn áskrift og fyrir aðeins 2.750 krónur á mánuði sem ætti nú kannski ekki að setja þig alveg á hausinn. Ef við fáum margar þannig áskriftir mánaðarlegar þá hefur það allt að segja fyrir okkur. Við getum fjölgað starfsfólki, við getum farið út úr stúdíónum með okkar dagskrárgerð og myndavélar og allt það. Þannig að samstöðin gæti orðið 10 sinnum meira trillitæki en hún er nú þegar með auknum stuðningi og kannski þar á meðal frá þér. En ég heiti Björn Þorláks, við segjum þetta gott í kvöld, verið sæl.